Sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu 20. mars. Það vor jafndægur sem þýðir að dagurinn orðinn jafn langur og nóttin. Og frá með núna getum við sagt að vorið sé hafið. Þannig að það bjart yfir okkur og bjart yfir þér, María Lilja, það ekki? Jú, heldur betur. Ég mikið vorsins barn. Já, einmitt. Það alltaf... Eins og við öll, kannski. Einmitt. Ef við náum þessum tímapunkti þá líður manni vel í hjartanu. Jú, það mikið rétt. Það er svona myrkrið að handan og bara framtíðin björst. Maður þarf alltaf að býta svolítið á jaxlinn, finnst mér, svona þegar skammdegið svartast. Já. En við ætlum að ræða hérna Lögregluríkið Íslands. Brotleg skipafélög, morðið á John F. Kennedy, íslenska sálumessu og líðan barna í þættinum á eftir. Við ætlum að svo nokkuð sem nefnt, við ætlum að byrja á umfjöllunum tónleika, ansi merka tónleika. Þú hefur nú væntanlega eitthvað kynntir Halldór Laxness eins og við öll þurfum að gera, ekki satt? Jú, mikið rétt. Já, það var hérna árið 2008 var okkar merka tónskáld Tryggvi M. Baldvinsson. Þá fékk hann óskum að skrifa sálumessu heimsljós. Já. Þetta mikla verk Halldórs Laxness sem upprunalega kom út í 4 aðskildum bókum. Og hérna það á að endurflytja þetta verk núna í Langholtskirkju á laugardaginn. Ég hef heyrt frá þeim tónlistarmönnum sem að ég þekki að Langholtskirkja hafi fallegasta hljómburðin á Íslandi. Það nefnilega það. Já. Getur vel verið. Ég fer stundum á tónleika þannig að hann mjög góður. Og þetta ekkert smá lið, sko, ég held sér 100 manns eða við tökum saman kóra og hljómsveitir þarna. Og Hallveig Rúnarsdóttir, okkar kannski fremsta, í hópi fremstu söng kvenna að minnsta kosti í óperan. Hún verður þarna og hérna sko Tryggvi M. Magnús Ragnarsson sem kórulhjónstastjóri og Hallveig, þau ætla að segja okkur allt þennan mjög svo merka menningar viðburð. Ætlaðu að taka lagið? Það væri gaman, sko. Við ættum líka bara að vera að gera meira því hérna við Rauða borðinu. Já, ég og þú. Við lóan komin og svona. Syngja dagskrána, kynninguna eða eitthvað. En hérna, svo held ég að hún Laufey okkar ætli að ræða við mann bíó. Það eitthvað sem þú þekkir betur en ég. Jú, það hann Óli Hjörtur Ólason. Hann kemur hérna frá Bíó Partís og segir Laufey frá föstudags partysýningunum sem eru haldnar á föstudögum eins og nafnið gefur þetta kenna. Þetta heilmikið fjör. Þetta svona, Bíó Partís er svo mikið menningarhús og hérna sýnir gamlar vinsælar myndir og stundum söngleiki og okkur svona. Það eru sing-along sýningar og það er bar og þetta svona, það verið að færa svona bíóið, þetta svona búið til svona eins konar svona klúbb, bíóklúbb einhvern veginn. Þetta einhvers konar kombo á kaffhúsi, bar, bíói. Já. Þetta virkilega skemmtilegt og mér skilst að núna helgina verði Friday sýnd. Já, þannig að það verði mikið stuð. Einmitt. Það verður gaman að kynnast þessu betur. Nú svo ætlum við að eitt af því sem við ræðum í þættinu það eru verðkannanir og neytendamál. Breki Karlsson, hann kemur í heimsókn. Ferð þú stundum í Melabúðina að kaupa vörur? Já, ég gerði það oft. Ferðu í Melabúðina til þess að gera ódýr vöruinnkaup? Nei, ég fer í Melabúðina ekki til þess að kaupa í matinn, sérstaklega. En oft til í Melabúðinni svona ýmislegt sem ég sakna til dæmis frá Englandi. Já. Það hægt að kaupa svona sérvörur þar sem hvergi hægt að finna annars staðar. Heldur betur. En hún óbúslega dýr. Hún mjög dýr. Ég fer stundum í Melabúðina bara til þess að kaupa mér eitthvað gourmet, sko. Eitthvað sem ég fæ aldrei annars staðar. En ef maður þarf að kaupa einhverja nauðsynja vörur með þá sér maður að verðmiðin svolítið hár. Já. Og það rifrildi núna í gangi ASI og þeirra, sko, hvort hérna eiga búðir eins og Melabúðin heima í verðlagseftirliti geta þær hent út þeim sem ætlar að kanna vöruverðið og svona fleira. Ég ætla að ræða þetta við Breka Karlsson. Já, þetta áhugavert. Og svo eru svona fleiri mál.
vaxta lækkunin sem var nú snautleg þóttum væri lítil og munaði þessum hana og fleira. Þannig að við ætlum að eina af þessum hugmyndum sem hefur komið hér upp við Rauðaborðið og samstöðinni að neytendamál ættu bara aktíft að vera alltaf einu sinni í viku á dagskrá. Já, mér finnst það reynda bara mjög mikilvægt. Já, einmitt. Í svona neyslu samfélagi. Einmitt. Það er gaman að heyra hvað Breki segir. Nú, þú ætla nú að vera með áhugavert framlag. Þú ætla að reyna að svara því fyrir okkur hver myrti John F. Kennedy. Það er mikið rétt. Ég fæ hérna til mín félaga Álhatta. Hvað áttu við með Álhatta? Álhattanir hérna, þeir eru með podcast sem að heitir Álhatturinn og hafa verið að fara svona svolítið svona ígrundað og djúpt í þetta sem að eru kallað svona, hvað ég var að segja, hérna, nú er ég búin að tapa orðinu, hérna í þetta samsæriskenningar. Samsæriskenningar. Já. Þeir hafa lagst yfir bara núna fyrir 2 dögum síðan þá voru gefin út leyniskjöl frá CIA morðið á JFK og þetta hafa þeir félagar, þeir lögðust yfir þetta og hérna og ætla að koma og segja okkur bara hreinlega hver drap JFK. Mjög forvitnilegt. Maður sko, það er svo ótrúlega mikil dulúð líkum við að segja yfir þessu öllu. Já, það eru ýmis áhugaverð tengsl nefnd þarna, ég get nú sagt Mossad og svona ýmisleg, já, svona, það er ákveðin svona öfl sem að verðast hafa stýrt þarna einhverja atburðarás, allavega samkvæmt þessum leyniskjölum sem að voru opinberuð einfaldlega vegna þess að þau eru orðin svo gömul að það þurfti að aflétta af þeim einhverju leynd. Eina af þeim spurningu sem ég hef alltaf spurt mig er sko, hefði heimurinn siglt í betri átt ef þessi forstamorð hefði ekki orðið og Bandaríkjamenn hefði ekki þróast í þá átt sem þið gerðu sko. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að kemur, manni finnst þetta að koma okkur öllu við. Þetta gerir það. Þetta er mjög áhugavert og þó þetta sé svolítið svona eins og sci-fi einhvern veginn að ræða þetta og einmitt fá þessa hérna, fróðu menn hérna í spjall þá er þetta döðs alvara. Þetta gerðist og nú fáum við að vita allt um það. Já. Annar liðurinn á okkar dagskrá í kvöld, hann tengist líðan barna. Já. Hvað getur þú sagt okkur um það? Herðu, það er hún Hulda Tölkest, sálfræðingur. Hún er nú frekar þekkt. Hún heldur úti hérna svona bloggi og podcasti á manninu sínum sem heitir Þriðja vaktin og fjallar Þriðju vaktina og mikið svona samskipti kynjanna og fjölskyldna. Hún er ekkert hérna, hún liggur ekki á skoðinu sínu. Nei. Hún Hulda og er virkilega flott og klár kona og hún ætlar að koma og ræða þessu við okkur líðan barna og hún einmitt sogaði svolítið inn í þessa kvíðaumræðu sem átti sér stað hérna daginn þar sem að Þorgrímur Þráinsson ræddi kvíða barna og hún var svona gagnrýndi það að hann hefði haft svona, hefði einhverja aðkomu að börnum inn í skólakerfinu, verandi ekki sálfræðingur eða með uppeldismenntun þannig. En hún er að vinna að því að búa til eins konar spil sem á að einfalda börnum að tengjast fólkinu í kringu sig og samfélaginu og einhvern veginn tjá sig betur. Þannig að hún svona er þeirra skoðunar að ef að börn hefðu meira tækifæri til þess að tjá sig, væru tengdari umhverju sínu, að þá myndi þeim kannski ekki líða jafn illa. Nei. Ég held að það bara verið í morgun sem við fengum að vita að Íslendingar þykjast vera þriðja hamingjusamasta þjóð í heimi. Já. En það er sennilega bara vegna þess að við erum heldur búin að herða lyfjatökuna og prósakinu og öllu því síðast, er ekki? Jú, það er mikið rétt. Við náttúrulega við eigum heimsmet í þunglyndislyfjum, inntöku og þunglyndis og kvíðalyfjum. En auðvitað er þetta ekkert sem að maður á að hafa í flimtingum, ég byrst afsökunar á. Já, en það er auðvitað alls konar ástæður fyrir því. Það er auðvitað myrkur, eins og við rættum í upphafi og það er og verðlagið í búðunum og verðlagið einmitt, þannig að þetta tengist allt saman. Já, nákvæmlega. Við ætlum að hefja þáttinn á stórum spurningum Íslands samfélag. Í hvaða átt það er að reka. Eru við í auknum mæli að verða lögregluríki? Eru við réttarríkið að sökkva og er lögregluríkið að rísa? Já.
Þetta svona, það alls konar vísbendingar það. Þú varst nú hér í gær að ræða þetta Solaris-mál sem að mætti nú alveg kallaði þolanda í bara. Og svo það sko þessi sýknudómur sem féll í gær mótmælenduna, þessa 9. Og það margir sem svolítið hissa á því að löggan hafi ekki fengið einhverja smá aðvörun allavega í þessum dómi, því að við sáum náttúrulega myndefnið og hérna. Já, ríkið komst að þessari niðurstöðu að þeir mættu grínast sín á milli í vinnunni. Og það verið að túlka það sem ófriðsamleg mótmæli að þú leggist í jörðin. Já. Og það ýmislegt sem bendir til þessi lögmaðurinn Arnóttur Ástráðsson, hann búinn að vera mjög harðorður. Já. Segir að það sé verið að réttlæta ofbeldi lögreglu með þessum dómi. Og þau koma Sigtryggur Ari Jóhannsson og Sara Stef Hildar sem bæði, við getum kallað mótmælendur, en Sigtryggur Ari nú bara blaðamaður eins og ég og þú, og hann oft unnið með mér á alls konar fjölmiðlum. Jú, við vorum saman á DFF. Já, þetta bara óskaplega svona, prútt og gott fólk en það kannski svolítið eins og að íslensk yfirvöld og löggan og ráðamenn séu svona beita brennimerkingar, stemplum og aðferðum og bara... Já, gegn ákveðnum hópum. Það nefnilega ekki sama hverju verið að mótmæla. Nei, svo það. Svona Palestínu fólks andúðin sem að mun bera á góma í þessu. Það sé eitthvað sem að fer sérstaklega í taugarnar á fólki. Og það margir sem telja sig að hafa séð óæskilega breytingar í íslensku samfélagi, til dæmis frá viðburði eins og þeim þegar Bjarni Benediktsson fær glimmer á axlirnar. Já. Ég var nú þar. Þú varst þar. Já. Og það alveg gríðalegu peningur sem fer nú orðið í öryggisgæslu og í það að halda sko einhverju svona efri stétt frá pöpulunum, frá hennum almenna borgara, þar sem svolítið gengið út frá því að fólk hafi illt í hyggju og það þurfi að verja borgarana sérstaklega fyrir almenningi. Þetta eru samfélagsbreytingar sem eru að eiga sér stað ansi hratt og fólk áttar sig ekkert á því að sko ef það verður þannig hér með bara einhverja ráðherra í bílum að sko það verður svipuð öryggisgæsla og þegar Bandaríkjaforseti þarf að ferðast hverfa á milli þá erum við komin á óbúslega stuttum tíma á einhvern óbúslega skrítinn stað. Já, það líka ekki svo auðvelt að vinda ofan að þessu. Nei, það nefnilega það sko, sem að gera þetta, þannig að við þurfum aðeins að staldra við sko, áður en að við stökkum inn í þennan veruleika. Þar sem að ráðafólk hjúpað með eitthvað skonar eftirlitsaðilum og jafnvel vopnum og svo aukið fjármagn til lögreglu og ákveðnar auknar valdheimildir og annað. Þannig að við þurfum að spyrja okkur bara á hvaða leið við erum og hvort að þetta sé raunverulega það sem að litla Ísland þarf. Já, ég hef búið í 2 útlöndum og áratugum saman glimti spurninguna af hverju bý ég á Íslandi. Það ekki út af veðrinu, það ekki út af verðlæginu eins og vorum að ræða á hann. Það út af frelsinu og það út af því trausti og því hver vegalengdir á milli okkar innbyrðis hafa verið stuttar. Og ef það verið að gjörbylta þessari mynd, þar sem við bara treystum hvert öðru og trúum því alla jafna að fólk sé gott og ef það eru frávik frá því þá sé það frekar út af einhverjum sjúkleika, frekar en einhverjum svona hatri og ílsku og ætlum að einangra suma hópa frá öðrum og stempla þá. Þá held ég að ég sé bara farin. Já, ég kem með. Það ekki? Jú. Já. En svona ángamans, þetta eitthvað sem við þurfum að ræða. Já, þetta mjög mikilvægt. Ég alveg hreint sammála því og ég held að við ættum að gera jafnvel meira af því. Já, María Lilja, takk fyrir þetta í bili. Takk, við sjáum meira þar á eftir og eftir auglýsingar þá hefst þá þátturinn með þessari umræðu hvort við erum að sigla inn í lögregluríkið Ísland. Minn ykkur rétt á það sem að við gerum stundum með bettlistafinn okkar að við erum hér að reyna að keyra, við erum að reyna að halda úti metnaðarfullum fjölmiðli sem í loftinu allan sólarhringinn, útvarpsstöð, sjónvarpsstöð, podcastum, við erum út allt, heilmikil umræða, aðrir fjölmiðlar vitna töluvert mikið í ykkur og það verið að ræða okkur í stórmarkaðanum, í Sundlauginni, á Götunni og ég veit ekki hvar og hvar, en þetta gerir sig ekki sjálft. Við þurfum
lifibrauð, við þurfum pening til þess að láta hjólar samstöðurinnar snúast og við erum mjög þakklátt þeim fjölmörgu sem greiða áskriftar gjald, hafa farið inn á vefinn samstöðin.is og haka við áskrift og greiða litlar 2500 krónur á mánuði sem svona lágmars, þið getið auðvitað borga meira eða viljið, en við erum ykkur mjög þakklátt sem að hafið stutt okkur, en við gætum þolað meiri stuðning, það verður að segja þess að verð, þannig að þú hefur alltaf töluvert með það að segja, áhorfandi góður, hvort við erum áfram í loftinu eða ekki, með því hvort þú ákveður að styðja okkur eða ekki. En auglýsingar eftir andartak og síðan hefst þátturinn. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, komið þið sæl og blessuð. Ég ætla að ræða svolítið alvarlegt mál við ykkur og viðmælendur mína hér við rauðaborðið. Það eru svona svo tilfinning að lögregluvaldi sé að vaksa ásmegin hér á landi. Að henni stóru og sterku séu hægt og rólega að gera það sér betur af á meðan almenningur og ekki síst mótmælendur megi bara hreinlega éta það sem úti frýs. Mér er sagt djúpt innan úr stjórnsýslunni að eftir að glimmer féll á axlir valdamikils manns hafi orðið breyting. Öryggisreglur hafi verið hertar meir og meir í kringum valdamesta fólk landsins og það hafi verið svona búin til meiri aðgreining á milli aktivista og okkar besta fólks, samkvæmt lögreglu, okkar dýrmætasta fólks, ráðamanna landsins. Við erum smám saman að venjast því að sjá öryggisverði, lífverði í kringum ráðherra og fleiri. Einkabílstjórar, við höfum séð þá nokkuð lengi en þetta er eiginlega nýtt með öryggisgæsluna. Þetta hlýtur að kosta alveg helling og þetta sendir ákveðin skilabúð og margir velta fyrir sér hvað varðum litla saklausa frjálsa Ísland sem hefur verið eitt af því sem að hefur gert lífið þess virði að lifa því hér á þessu skeri, ekki er það veðrið, það hefur verið frelsið. Nú, við sáum svo heyrðum fréttir af því daginn að myndir höfðu horfið úr búkmyndavélum lögreglumanna og virti sem að það bara skipti engu máli, það væri bara allt í lagi og í gær féll dómur hjá héraðsdómi þar sem að 9 mótmælendur höfðu leitað réttar síns vegna ofbeldi sem að þeir töldu lögreglu hafa beitt þá við Skólastræti maí í fyrra og þið hafi séð myndir þar sem verið að sprauta piparúða af miklum þrótti framan í þessa mótmælendur og ýmsir héldu að það yrði uppskorið réttlæti. Þetta svona augnablik hingað ekki lengra, við þurfum að endurskoða starfsaðferðir lögreglu og framkomu þeirra gagnvart mótmælendum en lögreglan er sýknuð og til að ræða þessi mál í svona kannski bæði þröngri og víðri mynd eru komnir hingað til mín 2 mótmælendur, annar var á staðnum í þessum mótmælum þarna í maí fyrra og það er hann Sigtryggur Ari Jóhannsson, vertu velkominn. Takk. Og svo er hér Sara Stef Hildar sem einnig hefur tekið þátt í mótmælum, vertu velkominn einnig. Takk. Ef ég byrja aðeins á dóminum í gær þá hefur Oddur Ástráðsson lögmaður mótmælendana látið hafa það eftir sér að með þessu sé verið að blessa ofbeldi lögreglu og ef við byrjum kannski bara á þér Sigtryggur Ari sem varst þarna í fyrra kom þessi dómur þér á óvart?
Nei, hann kom mér nú ekki á óvart. Ég held að það nú svona frekar algengt í svona málum að ríkið sýkni sjálft sig, sko. Ríkið valdið í þessu tilviki og litlu mótmælendurnir, það valdamunur þarna og það svona viðleitnin í kerfinu þessi, sko. Og ég held að fólk sem ég hef talað við, sko, í gær eftir þessu dómur féll, fólk sem hefur áður leita réttar síns út af svipuðum málum alveg á þessari skoðun líka, sko. Og það svona leiðin að því að leita réttar síns gagnvart lögreglu eða ríkinu þegar svona kemur upp, hún löng og grýtt. Og ég held að þessi kjarkaði hópur þarna sem leggur á stað með þetta mál viti það alveg og megi alveg búast við því að þetta verði ekkert létt og það sé alveg eins hægt að gera ráð fyrir því að ríkið verði sýknað í hvert einasta skipti sem þetta verður dregið upp og eini möguleikin sé að reyna að koma þessu kannski út til mannréttindadómstóls en þetta nú svona það nú svo hypotetist allt saman, sko. Og alveg ekkert gefið að fólk endilega hafi úthald í svoleiðis, sko. Fjárhagslegt eða andlegt, sko. Þannig að nei, mér bregður ekkert þetta. Hvers vegna varstu við þessi mótmæli í maí? Ég var nú bara að tjá skoðun mína á ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs og því svona skeytingarleysi sem mér finnst íslensk stjórnvöld hafa sýnt í þeim málum alla tíð og ekki síst núna. Nú ertu lengst af búin að starfa sem blaðamaður og ljósmyndari. Já. Og svona, mér dettur í huga að þú hafi fylgst með alls konar uppákomum, mótmælum, áratugi aftur í tíman. Já, ég hef búin að vera við alveg óhemmi mörg tilvik þar sem að lögreglan hefur beitt valdi í vinnunni. Alls konar handtökur og alveg ótal sinnum hef ég verið viðstaddur sem piparúða beitt og ég hef fengið hann á mig sjálfur og á myndavél að dóti mitt og þetta og hitt, alls konar svona, sko. Og ég veit ekkert hvað, sko, þetta ekkert gaman, þetta ekkert sniðugt. Ég hef einhvern veginn aldrei almennilega verið á þeirri skoðun að þetta hafi verið alveg nauðsynlegt eða réttmætt en lögreglan náttúrulega vinna eftir einhver prótókolli. Mér sýndist vera farið dálítið vel framhjá því þarna í þessu tilviki, sko. Og vakna hjá spurningar að það sé verið að taka þetta fastari tökum svo maður notur nú bara milt orðalag. Sko, ég vil bara, mér langar bara að leyfa mér að vitna í Facebook-status hjá Oddi Ástrásinni sem lögmaður þessa hóps sem hann sett fram í gær þegar dómurinn hafi verið kveðinn upp og hann var að benda á að hann hefði orðið var við það að lögreglan liti þennan tiltekna hóp mótmælenda og þetta málefni öðrum augum eða tæki þetta öðrum tökum heldur en annað fólk í svipuðum aðstæðum. Fólk sem styður málstað Palestínufólks. Já. Og sérstaklega brennimerkt. Já, ég orðið var við sko breytingu að því að fjölmiðlar svona hafa enda svolítið með magan upp núna, sko, og ég hef svona mér, ég er bara frjáls að tjá skoðanir mínar og hef bara gert það. Já. Og er búin að vera viðlóðandi þessi mótmæli núna frá því að þetta þjóðarmál fór á stað fyrir 2 árum að verða, það ekki? 23, 4, 25, já, 1,5 ár allavega að verða. Og það er svona taktur í þessu sem að hefur verið að breytast og ég hef fundið þetta á 2 vettvangi, sko. Þið vitið, þegar að mótmælaganga fer á stað og röltir eitthvað, þá yfirleitt lögreglan komin fljótlega og hún fylgir yfir gatnamót og eitthvað svona. Þessu var hætt bara
Lögreglan, lögreglan hefur semst sko, ég veit ekki hvort þið munið eftir því, það kom upp, það voru mótmælaganga til stuðnings Palestínu sem fór á stað frá bandaríska sendiráðinu og gekk niður á Austurvöll og mér langar að segja að þetta hafi verið síðastlið haust og gangan gengur sem sé yfir frá þarna túnið, sigtúnið eða hvað það engja tegið það sem að sendiráð yfir Kringlumýrarbraut og það verður eitthvað, þetta er aldrei löng ganga fullt af fólki, það verður högt þegar hún að fara yfir Kringlumýrarbrautina og það lögreglubíll á miðjum gatnamótunum og hann er í forgangsakstri eða með sýrnur í gangi og það eins og gangan skynja ekki alveg, sko, gangan heldur mögulega að bíllinn eigi erindi við sig en bíllinn reyna að komast í gegn, hann að fara í útkall sem hvað fólk ekki vissi og lögreglan fór fljótlega í það að haldaði fram í fjölmiðla að mótmælendur hefði verið vísvitandi að tefja störf lögreglu og eitthvað svona og við gerðum þessu mál sem fréttamiðlar tóku upp og eitthvað svona, sko þetta hefði þetta aldrei gerst ef að lögreglan hefði fyllt þessari göngu yfir gatnamótin og önnur gatnamót á leiðinni þetta hefði aldrei komið fyrir lögreglan hætti að gera þetta og ég er ekkert að segja mótmælagöngur er ekkert endilega einhverja skýlaus og kröfu og löggan lapp með þeim ég veit ekkert um það en ég var að vara við þessu breytingu ég hef líka orðið var við þá orðræðu í hópi hátsettra lögreglumanna að tvennt, sko, sem ég hef heyrt í störfum mínum, sko, alveg til hliðar við þetta mótmælaafstur og svona í óspurðum fréttum tvennt að hælisleitendur séu baggi á samfélaginu, númer 1 þeir séu óþarfa kostnaður og vesen og númer 2 þessi tiltekni mótmælahópur sé einhvers konar skítugt fólk sem að ætti að fá sér almennilega vinnu og ég held að svona að þessi orð sem að hafa verið sögðu mín alveg við fleiri neitt tækifæri eru svona ég veit ekki af hverju lögreglumenn ætti að vera að segja mér þetta í óspurðum fréttum ég held ekki að þetta er tíðarandi, sko þetta er tíðarandi, þetta eru skilaboð og kúltúr inn í lögreglunni þetta fæðist ekki inn í lögreglunni þetta kemur annar staðar frá Geti komið úr pólitíkinni auðvitað kemur úr pólitíkinni og þetta kemur ekkert bara úr pólitíkinni þetta kemur úr heimspólitíkinni, sko þetta er ristir miklu dýpra heldur en þessi lögreglumaður sem sagði þetta við mig, sko þetta er raunverulega ekki þessi lögreglumaður sem að segja þetta við mig þetta er fasískur tíðarandi í veröldinni, sko Mér langar að þess að grípa orðið mér finnst áhugavert við erum að tala um prótókoll lögregluna hérna áðan og hvernig þeir beita sér gagnvart þessu mótmælendum maður myndi ætla samt að væri líka eitthvað prótókoll sem ætti við með svona stórar göngur sem fara í gegnum almenning, sko og það er áhugavert að þeir geti bara ákveðið að draga sér í hlé með það og mann er þetta líka í hug, sko, virðing og öryggishagsmunir að með því að lögreglan virði mótmælendur með þessari vernd þá sé svona verið að senda ákveðin skilaboð og maður spyr sig hvað hefur þá gerst í samfélaginu þegar þeir eru hættir því en sérstaklega Sara sko ég hef nú hlaupið yfir hennan dóm og til dæmis það að sem er að minnstakosti túlkun lögmannsins og ég heyr ekki betur eða sé ekki betur en að Oddur lögmaður mótmælendana 9 hafi rétt fyrir sér þegar hann segir að sko lögreglan lítur á það sem ófriðsamleg mótmæli að þarna hafi hluti fólksins lagst í jörðina að það hafi leitt til þess að þá séu mótmælin orðin ófriðsamlega. Hvað finnst þér um það? Ég náttúrulega var ekki á þessum tilteknu mótmælum en ég held að það sem sé rétt sem að hefur verið sagt þessi mótmæli að sennilega eru þetta mest svona dokumenteruðu mótmæli sem átt hafa sér stað. Það eru til myndefni frá eiginlega öllum mögulegum það var sko markvisst safnað myndefni af aðgerðum bæði mótmælenda og lögreglu þegar á þessum mótmælum stóð og þessu var deilt á samfélagsmiðla og svona einhver gerða tilhugni til að greina hvað var að gerast þarna. Þannig að ég get svo sem ekki tjáð mig náttúrulega um það að því ég var ekki þarna, þú veist, en ég er ekki búin að lesa allan dóminn, ég svona gluggaði í hann.
En bara þessi hugmynd að það að leggjast í jörðina. Þetta bara gjörningur auðvitað og þetta hlýtur að teljast vera hluti þess sem að mótmælendur mega gera, að leggjast friðsamlega á götuna til að reyna að hefta för og vekja athygli á sínum málstað. Þannig að ég held að við getum, ég sá myndefnið og ég hef verið viðstödd önnur mótmæli þar sem að piparúða hefur verið beitt. Þannig að það sem mér fannst áhugavert í samhengi dómsins líka var að þeir hefðu heimild til að beita kylfum. Þannig að talandi prótokól sko. Og hvaðan þetta kemur. Ég hef líka lesið og séð að ráðherrabílar voru sem sagt tómir. Það var engin ráðherra í bílnum við einhverja beitingu piparúða við þessi mótmæli og svo var í raun úrræði í boði fyrir lögreglu sem þeir ákváðu að nýta sér ekki, sem var að fara út baka til einhver bílaportsmegin. Þannig að mér finnst það í sjálfu sér líka sko, áhugavert í samhengi þess að við erum að tala að hér að mínu mati sko, er þetta bara svona löng saga núna þar sem verið er að búa til nýja menningu fyrir þetta okkar samfélag þar sem við eigum að skynja lögregluna með algjörlega nýjum hætti sko. Þannig að maður minn fór í gær og var að við vorum að flytja og maður ætlar að halda áfram í líkamsrækt, fór út í World Class að kaupa sér kort. World Class tekur sko mynd af augan á þér til að vita þér aðgang að salnum og það er engin önnur leið því að hann kærði sig ekki um þetta, hann er hálf amerískur reyndar, hann er aðeins hókinn af svona reynslu og hann spurði hvort það væri ekki hægt að fá eitthvað aðra aðgönguleið, bara nota svona strikamerkiskort, en meiri segja World Class bannar það, þú veist, það er engin annar sem fer inn, þetta er svona í mínum huga, þessi menning sem ég er að tala sem verið er að byggja upp hérna, er svona lögregluvæðing einmitt, það er verið að polísa því meiri segja inn í líkamsræktastöðina, þú veist, það fer engin annar inn á þessum aðgangi en hann sjálfur. Þú ferð í Hagkaup, að þar eru öryggisverðir og þú ferð ekkit og veslar í matinn á þess að sé svona einhver hugmynd svona policing eða lögregluvæðingu. Og í raun sjáum við sko normaliseringuna á því að samþykja lögreglu sem valdi í okkar lífi, alveg frá því að við erum bara lítil. Ég man eftir að lögregla hafi kent mér umferðarskólan, þið vitið. Og hvað er þetta kallað núna? Samfélagslögregla. Þannig að mér finnst það svona í stærra samhengi, sko, ef maður summar líka aðeins út og horfir niður á þetta, hvað er að gerast? Að þá er annars vegar verið að normalisera kannski lögreglu, ég hef ekkert á móti umferðarlögreglu í sjálfri sér. Og hún hefði sjálfsögð átt að gæta göngunar þarna, sem við rættum áðan. En lögreglan sem ég hef mætt á mótmælum, ég var til með á þessum mótmælum sem að í rauninni spruttu upp bara upp af sjálfu sér í eldhúsdagsumræðum þingsins sem var líka síðasta voru, ég held að það verið bara 2 dögum síðar. Það var bara rétt eftir þetta sko. Þessi mótmæli voru 31. maí og eldhúsdagsumræðunar eru bara strax þarna. Strax á eftir. Já, ég meina og það var það sem ég sá og nú er ég sko kona sem hefur tekið þátt í þessum Palestínumótmælum alveg frá því að þau stóðu við ráðherrabústaðinn og þetta er fólk sem er bara fólk með sveigjanlegan vinnutíma. Þetta er fólk í fæðingarorlofi, þetta eru eldri borgarar, þetta er fólk sem hefur tök á því að mæta á svona skrýtnum tímum þegar ríkisstjórnin með sína fundi þarna í ráðherrabústaðnum eða ráðherrafundirnir. En þessar eldhúsdagsumræður voru þannig að það fór bara í gang einhvers konar svona heraðgerð lögreglunar. Og þar var bara beitt þessum grindum, þeir raða sér allir upp, þeir eru með svona piparúða. Ég tók nú mynd af einum sem stóð beint fyrir fram að mig og ég er eiginlega sannfærð að það var rafbyssa sem hann var með. Já, öll komið það sko. Og þetta er bara sama fólkið sko. Þetta er sama fólkið í flíspessum, þú veist, sem að stendur þarna fyrir utan til að reyna að beita íslensk stjórnvöld þrýstingi að gera eitthvað í þessum viðurstyggilega þjóðarmórsmáli Palestínu. Þannig að já, ég sé ekki að það sé neitt annað en bara hluti af svona mótmæla gjörningi að fá að leggjast í götuna. Og sérstaklega eins og ég sagði áðan, í ljósi þess að þeir höfðu önnur úrræði. Að því mótmæli eru gjörningur sko. Ég myndist í inngangnum áðan á glimmerið á öxlum Bjarna sem var tekið alveg gríðarlega föstum tökum og litið á það sem mjög alvarlegan atburð. Ég er ekki viss að þjóðarsálin hafi verið
sammála ráðafólkinu sem að leita það sem mjög alvarlegan atburð. Það var talað þurfum við nú að hafa öryggisverði allstaðar í háskólanum og allstaðar þar sem að þessi fyrirmenni koma saman og halda tölu og maður bara, maður botnaði ekkert í samhenginu. Sem sagt, viðbröðunum sem rætt voru við þessu miða við alvöru málsinn sem að mér fannst ekki mjög mikil, bara svo það sé sagt. En sko, þetta er ekki alveg svona ungt, þetta tegir sig aðeins lengra aftur. Ég man til dæmis þegar við vorum að vinna þetta á Fréttablaðinu að fyrir svona 3 árum byrjar það eru einhverju svona öryggisverðir inn á Alþingi sem að stugga við mann og segja mann að maður sé komin þegar maður blaðamaður þar að fylgjast með einhverju umræðu, að maður sé komin inn á rangan stað, maður sé komin 30 centimetrum frá því svæði sem maður átt að standa og þetta með að við séum velkomnir við fjölmiðlamenn og við fáum bara tilhlýðilega virðingu yfirvalda, við höfum aðgengi til þess að dokumentera það sem að við þurfum að dokumentera að sko þetta svona, ég upplifði þetta sem svona, þetta byrjaði að breytast til hins verra fyrir aðeins lengri tíma en þeim sem nemur glimmerinn á öxlum Bjarna. En sko, svo hefur mér bara fundist að þetta sé að verða svæsnara og svæsnara, þessi aðgreining. Og þegar ég ræði þetta við þingmenn og ráðherra, þá segja þeir, þetta er bara lögreglan. Þetta er lögreglan sem setur þessa reglur og þeir tala alþjóða trend og eitthvað svona. Við séum ekki bara einmitt litla saklausa frjálsa Ísland sem hafi verið og það er eins og enginn geti neitt gert við því. Við bara séum að sogast inn í einhvern öryggisvelg. Stjórnmálamenninir benda á lögregluna en það þarf enginn að segja mér að lögreglan sé ekki undir áhrifum af orðum stjórnmálamannina. Eru þið sammála því? Nei, ég meina, lögreglan hún er framlegging á framkvæmdavaldinu, ríkisvaldinu sko. Og það er ríkisvaldi sem ákveður hvað lögreglan gerir. Lögreglan hefur heimildir til þess að búa til einhverja starfsreglu sjálf og hún hefur fyrirmæli hvernig hún á að starfa eins og aðrir opinberir starfsmenn sko. Þau fyrirmæli eru bara í lögum og þannig að sko Jú, og það er embætti ríkislögreglustjóra og greiningadeild og eitthvað þar, þau bera ábyrgð á því hvernig þetta er framkvæmt og þau hafa það hlutverk í samfélaginu okkar eins og það er sett upp að við eigum að meta hverju sinni hvenær þörf á einhverjum öryggisráðstöfunum sko, hvort sem okkur líka betur að vera. Og ég held að sko fyrsta skipti sem að ég man eftir að stjórnmálamanni hafi verið úthlutað lífvörðum og öryggisvörðum var í hruninu þegar Geir Haarde fekk lífverði sko og það var auðvitað okkur fannst það gríðarlega frétt og biðum eftir Geir Haarde einhvers staðar og með myndavél og til að sjá þessa verði og mynda þetta og höfum þetta fórsíðan og svona og þetta var svo mikið nýmæli í íslensku samfélagi sko að fram að hrunu þetta eins og þið muni kannski sko að maður labbaði nú nánast inn í Alþingishús og í vinnunni og þekkt alla hvað góðan daginn og hæ og maður lappaði bara inn og þetta er ekkert mál fór bara, þú veist, niður í reykherbergi þarna í kjallaranum með eitthvað og fekk sér sígaret og svona vilsa, ekkert stress sko en það er náttúrulega búið og kláraðist þannig í hruninu sko en svo er þetta búin að vera svona til þess að gera rólegri tímar þarna á milli, þannig núna Já, að vera svona fjárhagslegu trúnaðarbrestur í hruninu já. Og þá er traust rofið sko þannig að þetta svona rímar við þá sko menningu sem að verða til að því ég meina við erum náttúrulega ekki í einhverju tómarúmi Ísland að þróast í þessa átt Þú veist, ég meina við bara mótmælin í sérstaklega tengist þetta líka sko er svo sýnilegt í kringum Palestínumótmælin Bæði náttúrulega mjög áberandi og ógeðslegt í Bandaríkjunum en líka náttúrulega í Þýskalandi og á fleiri stöðum þannig að Já, ég er alveg þar ég held að sko það sem er að gerast í Bandaríkjunum er að þar eru stjórnvöld sem eru búin að taka allt kamóið af öllu og sýna okkur hvernig fasískt kerfi virkar og þau eru ekki búin að gjörbreyta þessu, þetta er pínlítið eins og þetta hefur alltaf verið, það er bara ekki lengur neitt hjúpur yfir þessu sko og mín skoðun er svo að þetta sé svona líka í öðrum löndum, líka hér sko á aðeins annan hátt
og það hjúpur hér ennþá yfir hlutum sko. En þessi fasísku trendi eru alveg klárlega til staðar og hérna við erum í miðjun á þessu sko. Já, ég get alveg verið sammála þessu sko, en ég meina þessum þetta líka ákveðið svona tabú að ræða lögregluna gagnrýnið. Já. Vegna þess að ég var aðeins að reyna að koma inn á hérna áðan með hvernig þetta sko normaliserað sko. Þú veist að lögreglan sé góð, hún sé með okkur almennum borgurum í liði. Já. Hún nýtur traust, mælist alltaf með traust sko. Mælist með traust og ég var einmitt að lesa að það var einmitt traust til dómstóla hækkar eitthvað póns í pínulítið sko. Almennt en ekki sérstaklega dómstiga. Þannig að hérna það klárlega náttúrulega eru sko einhverjar flekarhefingar og mikil togstreita núna í ljósi þess að hérna það búið að afhjúpa fasismann eins og í Bandaríkjunum og Breitlandi og Þýskalandi. Þú veist, þannig að það kannski ekki, eins og Diddi sagði hérna áðan, þetta kemur okkur kannski ekki á óvart niðurstaða þessa dóms í því samhengi, skilur sko. að hérna, að það alveg við því að búast að þau þurfi að leggja á sig mitt langferð og grýta. En þessi stóra aðgreining og vaxandi aðgreining á milli valda fólks og almennings, þar sem að mótmælendur virðast sitja á botninum í svona hierarkíunni hjá framkvæmdarvaldinu, að sko til dæmis vitið þið það að ef þú verður þingmaður sósíalista í næstu ríkisstjórn og þú verður ráðherra, þá mun lögregla fara að heimiliðinu, hún mun kortleggja heimilið þitt út og suður og reikna út líkurnar á að almenningur geti unnið þér mein og tjón og skaða á þínu heimili og það verða að gera ráðstafanir á heimilinu þínu til þess að koma í veg fyrir það að brjála þér hérna mótmælendur skríllinn geti unnið þér tjón. Er ykkur kunnugt að við erum komin á þessar slóðir? Vissuð þið þetta? Mér þetta ekkert kemur ekki óvart, nei, að sjálfsögðu ekki en ég held þess að mótmælendur eru alveg örugglega ekki sko á botninum gagnvart lögreglunni, en þetta eru sko tengsl á milli þessara mótmælenda og hælisleitenda sem er algjörlega á botninum í þessu stígveldi. Finnst ykkur þetta ekki áhugavert skref? Jú, þetta er alltaf gengið lengra og lengra sem öryggi sko, og peningarnir sem að hljóta að fara í þetta eru náttúrulega bara alveg geigvænlegir, þeir fara þá ekki í annað, þeir fara þá ekki í mannúðarstörf og jöfnuð og fátækar fjölskyldur og meðan. Nei, ég veit ekki, mér þetta sko, ég veit ekki alveg hvort að ég á að vera hrifin að þessu eða ekki hrifin að þessu, en þetta er svona, mér bregður ekki, mér finnst þetta stiður náttúrulega við þessa orðræðu sko, að hér sé hræðilegt ástand, hér sé skríll, öskrandi skríll út á strætum, þú veist, og að það þurfi að verja sko. Manni finnst korter síðan fólki var hlið við hlið í símaskráni, náðum í Steingrím Hermannsson bara einhver dutti sem hringdi að kvöldi. Það er oft verið sögð þessi rómantíska saga smiðinn, skipstjóran og forsætisráðherrann sem byggur sömu götur hlið við hlið og eitthvað svona. Manni finnst bara að vera svo stutt síðan. Ég veit að ég er hann miklu eldri en mér finnst stundum að ég sé. En er þetta samt ekki ákveðin paradísar missir og verðum við ekki aðeins að ræða þetta? Að sjálfsögðu, þetta gerist mjög hratt og er að gerast mjög hratt. Já, það er annað sem að ég held að afhjúpist samt sko, þessi linnulausu morð Ísraela og Palestínufólki, þau afhjúpa bara svo margt í okkar menningu sko. Og hérna líka hérna heima hjá okkur sko. Þau afhjúpa líka hversu viðtæk og djúpstæð islamofóbía, fordómar gegn múslimum í veröldinni er. Og hérna þetta að hælisleitendur þegar þeir eru allt í einu að streyma til okkar frá þessu ríki, það er ekkert í neinu ægilegu magni sko, þetta er ekkert eins og við séum með eitthvað óviðráðanlegan hópa fólki, en þetta er fólk af þessum litarhætti úr þessari menningu og þessum trúabröðum og fólk sem að tekur upp þeirra málstað sætir þessum fordómum líka upp að einhverju marki og það er ekkert mál að bera þetta saman og ég er friðarsinni og til ég að berjast fyrir friði í Úkraínu líka, en þetta er alveg tvennt ólíkt sko, hvernig brugðust er við. Mótmæli gegn innrás Rússa í Úkraínu
voru fullkomlega samþykktir gjörningar hér heima. Borgarstjóri fór og nefndi torg og styttu Kænugarð, var það ekki? Við söfnum saman þar og tókum myndir og mótmælendur voru á staðnum og þetta var bara allt í góðu, sko. Það ekkert verið að fara með piparúðan á fólk þar, sko. Nei. Það einhver ástæða fyrir því að það að fólk til í að horfa eitthvað annað og þegja þegar að þetta gerist í Palestínu, sko. Solarismálið sem við vorum síðast að fjalla í gær og hérna ætli það væri verið að sækja það svona hart að lögreglan væri í þriðja skipti að fá fyrirmæli það að djöflast í þessu máli þegar sakargiftirnar eru þær að fólk að bjarga mannslífum frá slóðum sem að loga og eru helvíti á þeim tíma sem að mannslífunum bjargað. Maður spyr sig, sko, ef þarna hefði verið svona, já, bara, segjum það bara uppátt, bara börn og fólk af öðru svæði með annan húðlit, væru við þá að verða vitni af þessari hörku? Þetta náttúrulega eitthvað svona smjörklípu stús, þetta já, en viðurstyggilegt enga síðu, sko. Já, ég meina, þetta bara þú veist, og þetta einelti, sko. Þetta einelti og ofbeldishegðun og þetta brýtur ég held, sko, að stjórnsýslan ber skylda til þess að gæta meðalhófs í framgöngu sinni gagnvart borgurunum. Það lög það og ég ekkert viss að sé verið að fara til þeim. Ég held að ég veit svei mér ekki, ég átta mig ekki almennilega á því hvaða hlutverk lögreglan hefur þarna í að taka þetta mál aftur og aftur til rannsóknar, sko. Nei. En þetta svona signaling líka, það verið að signalera þessu sem þú varst að tala sko, til almennings. Þetta verið hluti á svona skilabóð. Og ég meina, þetta alveg því, við erum með þú veist, með mútumál Samherja í Namibíu einhvern veginn þannig að það snýst núna bara það hver mátti sjá gögnin og hvernig þau komu. Það enginn að tala mútur Samherja, sko. Það verið að saka Marju Lilju og Semu að hafa greitt mútur, er það ekki megin hugmyndin í þessu? Ég held ég reikna með að lögreglan hafi verið búin að spurja þar að minnstakosti ef ekki bara beinlínis gáði hvort að mútugreiðslur hafi farið fram. Ég fór til Kaíró líka á þessum tíma til þess aðstoða við þetta og ég get alveg sagt ykkur það voru ekkert greitt en mútur. Það var borgað gjald fyrir ákveðna þjónustu. Þetta kvittanir fyrir þessu öllu saman. Ekkert mál. En það eru öfl sem að hafa hagsmuni að því að þetta sé málað upp sem mútugreiðslur og það eru öllum bröðum beitt. Sko, við erum að ræða lögreglu. Við erum að læra fordóma gagnvart ákveðnu fólki og hvernig það eskalerast í sérstaklega hörðu viðmóti lögreglu og fleiri sem Palestínu fólk og svona. En við erum líka að ræða bara lögreglu og breytingar á háttum lögreglu sem ná eitthvað út fyrir held ég þennan hóp sem við erum að ræða. Og einn vandinn finnst mér sem fjölmiðlamanni til langs tíma að sko fólk ráðastöðum það svolítið hægt að taka þátt í samtalinu. Nú mun ég til dæmis að loknu þessu spjalli, þá mun ég hafa samband í lögreglu, ég mun reyna að fá einhvern fulltrúa frá ríkislögreglustjóra til þess að koma og ræða þessi mál sem við höfum verið að ræða hér. En fyrirfram finnst mér frekar ólíklegt að þau muni taka þátt í því. Og það annað sem að mér finnst svolítið vanta núna, það það að hluti af paradísamissinu sem ég var að tala áðan, gamla Ísland. Mér fannst sko við fá fólk til leiks og mér fannst fólk vera viljura til að taka þátt í orðræðinni áður fyrr. Þegar uppkomi einhver svona álitamálur eins og við erum að ræða hér í gamla daga heldur í dag. Það setur bara hver í sínu horni einhvern veginn bara varinn inn í glerbúrinu, lítur svolítið niður. Það líka eitthvað sem að ég spyr mig hvernig gætu við undið ofan af þessu ef það gerlegt. Þetta náttúrulega bara menning sem byggir á svona einstaklingshyggju, þú veist. Þannig að, og það bara mist rosalega áhugavert í samhengi við þessi mótmæli, sko, að því þú talar þessi hópur, eins og mótmælendur séu ákveðin tegund af fólki, en ef mótmælendur eru tegund af ákveðin fólki, þá það hópurinn sem ég lýsti hérna áðan.
og bara hlustendur og lesendur geta þá metið hversu hættulegur þessi hópur er. Þannig að fólk með opinberi starfsmenn með sveigjanlega vinnutíma, fólk í fæðingarorlofi, öryrkjar, eldri borgarar, mikið til. Þú veist, þetta er hópurinn sem er að mótmæla, fólk sem hefur tíma til þess að mæta á þessu mótmæli. Já, fólk sem þarf ekki að vera hrætt að þessi reikið á vinnunni. Akkurat, akkurat. Þannig, en ég meina, þetta er allt bara til þess að undirbyggja einhverja orðræðu að það sé hætta. Þetta sé hættulegt samfélag. Og þetta er gert með öllum tiltækum ráðum, alveg niður í þessa smjörklípu áðan sem við ræddum, þar sem að faðir þingmanns fer fram. Með stöðugar kærur á sama mál sem er tekið upp. Ég veist nú svona ákveðin sjarmi að sakna gamla tímans og það allt saman. Ég held samt sko að það sé ekkit endil eftir neinu að slægjast í því sko gamla Íslandi. Ég held að sé ákveðin kostur að við vitum hver í þessu líka sko. Ég held að Ísland hafi haft fasíska tendensa allan tíman. Eins og önnur lönd í Evrópu og norðrinu sko. Og ég held að það sé bara kostur að við vitum hver sko. Við erum allavega sem samfélag komin á eitthvað stað held ég sem þarf að ræða þetta sko. Já, absolutt sko. Það er samt ákveðið þáttökuleysi nú ætlum ég bara að gagnrýna opinberar stofnanir á Íslandi, að talsmenn og forstjórar opinberar stofnana á Íslandi eru miklu tregari nú orðið til að taka þátt í þessu fjölmiðlaspjalli en þeir voru áður. Ég er sammálaðið með tímana. Þeir voru ógeðslegir, enn ógeðslegir að mörgu leyti heldur en þeir eru í dag. En sko mögulega rétt sem þú segir með einstaklings hyggjuna, að sko í stað þess að þetta væri svona, þú væri bara hluti af stórri vakt og væri að starfa hjá opinberu fyrirtæki, þá hefur bara skyldur gagnvart almenningi og þú ræktar þær með að tala við blaðamannin, fulltrúa almennings, fjölmiðlamannin. Þessar skyldur, svona þetta kollektífa, það er kannski fer aðeins minna fyrir þessari hugsun í dag, mögulega út af því sem það nefnir. Já, ég minna maður sér þessi einstaklingshyggju allstaðar sko. Veist, það er svo margt, maður sér þetta bara í dægurmenningunni sko. Ég meina þú sér þetta í Kringlunni, þar eru öryggisverðir, eins og ég segði aðan, hagkaup og þetta, en þú sér þetta líka sko í bara tískunni. Þessi þættir muniði, Handmaid's Tale eftir sögu Margaret Atwood, það er bara vika síðan eða svo sem að dóttir Trump í Ivanka, það fór svona væral mynd af henni þar sem hún klæðist sama kjól og hinnir fasísku einræðisherrar Gilead ríkisins sem eru Bandaríkin í þeirri sögu. Og þeir sjá bara þessi Discovery jeppa, Hummerana, þetta eru svona hernaðartæki, drónarnir. Ég bjó á 3. hæð fyrir stuttu, ég var nefnilega að flytja helgina. Eitt kvöldið þá bara stendi ég fyrir utan stofugluggan, eða fyrir innan stofugluggan og allt í einu kemur dróni bara og svífur góða stund fyrir framann þak íbúðina mína. Og þetta var bara stutt eftir jól, þá hafði bara nágranninn minn á jarðhæðinni fengið dróna í jólagjöf og ég held þetta væri bannað sko, en svo skilst mér að það sé í lagi fyrir klukkan 11 á kvöldinu eða eitthvað, þá máttu bara vera með drónan inni. Ég meina ég sé bara ákveðin hverfi í bænum sætta sig við það að það bara megi fljúga dróna, þú veist, fyrir framan gluggana hjá þeim fyrir klukkan 11 á kvöldin innan borgarmarkana. Það er mjög áhugavert og það var mjög, ég get sagt ykkur það, ég veit ekki hvort þið hafa upplifað þetta var mjög óhuguleg reynsla því ég vissi ekki hver átti þennan dróna. Og já, ég meina allar þessar tækni, þú veist, þetta er bara í rauninni eins og svona hægfljótandi hraun sko og hefur verið að mallast áfram, þú veist, þessi fasismis, þessi allar þessar tæknibreytingar. Já, svo sko, mér finnst ég ekki þurfa að taka það fram en ég ætla samt að gera það, bara svo það sé á hreinu að við vitum alveg að fólki sem að sinnir lögreglustörfum á Íslandi er náttúrulega mestu leyti gott fólk að vinna góða vinnu, en við erum meira að tala hér valdið í lögreglunni. Við erum að tala svona seigfljótandi breytingar sem að mér finnst vera að niður á við. Diddi, þú sagðir áður en við settumst við Rauðaborðið, þá sagðir líka sögu að því að þér hefur verið hótað morð lífláti. Já, þetta var nú í samhenginu sko þetta var auðvitað í samhenginu sko að maður á eitthvað samtal við lögregluna sko, er það ekki? Jú. Þegar ríkislögreglustjóri tala við Bjarnar Benediktsson og segir það er hætta á meira glimmeri, þú þarf að verður að hafa vopnaða verði með þér ef það skildi vera meira glimmer einhvers staðar.
þá ég reikna með að jafnvel þó að þetta væri mjög stíft prótokól sem löggan vinnur eftir að þá geti Bjarni talað við mennina sko. Og sagt, já, ok, getum við haft þetta þegar ég kem fram opinberlega eða eitthvað svona. Já. Þarf þetta að vera inn í þingsal með mér svona, þú getur einhvern veginn svona tekið eitthvað samkomulag, það það sem fólk gerir. Já. Að því að fólk fólk sko, það er mjög mikilvægt líka að þú varst að tala að flestar lögur væri góðar og eitthvað svona, ég held að sko lögreglan náttúrulega bara situr uppi með það að vinna þannig vinnu að við getum ekkert, það skiptir ekkert máli. Fólk bara fólk, alls saman hvernig það er á litin, við vitum það og hvaðan það kemur og hvaða trúarbrögðan tilheyrir. Lögreglan hefur bara þannig vald til þess að umgangast okkur hinn á meðan hún í búningnum, að hún situr upp með það að við þurfum alltaf að pæla í því hvernig þetta verkar unnið. Góða punktur. Já. Og jú, ég lenti náttúrulega einhvern tímann í störfum mínu sem blaðamaður að mér var hótað lífláti og mér var hótað lífláti alveg með mjög ákveðnum hætti og það var talað um að koma heim til mín og konan mín drepin líka og eitthvað svona sko. Mjög nasti. Já, þetta var mjög svona vel skilgreind hótun sko, sem að oft talin hættulegri heldur en eitthvað svona random. Þú dauður fávitiðinn sko. Það ekki eins hættulegt sko. Akkurat. Og ég lét lögregluna vita og hún bauðst til þess að koma heim og skrúa einhverja svona krækju á útidyrahurðina hjá mér. Keðjulás. Já, eitthvað svoleiðis, já. Og ég svona verandi bara svona venjulegur náungi talaði við manninn og sagði, já, nei, þetta alltaf í lagi, sko, ég afþakka þetta. Ég set bara krækju sjálfur og mig langar að hafa krækju. Og og svo settlaðist þetta mál og eitthvað svona, ég fór og hitti mannin og hann alveg steinhættur að drepa mig. Já. En ég held að þetta sé svona, fólk fólk sko og ég held ekkert að Bjarna Benediktssyni beri neinn skylda til þess að vera með vopnaða verði yfir sér inn í þingsal eða svoleiðis sko. Nei. Það ekki rétt hjá mér, Sara, það hefur verið frá með innbrot hér inn í höfustofar samstöðarinnar og sósíalista og lítið sem ekkert gert með það álfu lögreglu. Það hefði mögulega orðið allt brjálað eða breytir engu öðru en það var bara Valhöll. Akkurat, já. Segir sitt. Já. Það segir sitt. Já, það bara, það er mannamunur, bullandi mannamunur. Já, þetta bara menningin og orðaðan sem við erum mannlega eins og þetta segir, fólk fólk. Og góðu punktur hjá þér að sko, við þurfum að veita þessu fólki aðhald eins og öðrum þeim sem að gegna áhrifastöðum, ekki síst þeim sem að hafa heimild á meðan þau eru búningnum eins og þú segir til þess að beita okkur hinvaldi og trufla okkar tilveru. Og ef einhverjum finnst ég að vera herskár hér í þessari umræðu þá ég nú bara bútaður framsóknarmaður að norðan, mjög friðsæll. Þannig að það ekki eins og ég sé einhver byltingarsinni með skilti á mótmælum dagstælega. Eru þið framsóknarmenn eitthvað minna hættulegir við hinn? Við framsóknarmenn erum taldir svona yfir valdsæknari heldur en sumir aðrir, en ég náttúrulega bara fíblast. Ég líka. En sko, ef við ekki að halda þessu áfram, þessu samtali og að spyrja spurninga það hvernig við erum að upplifa ákveðnar breytingar, ekki endilega til góðs. Ég sá, svo maður ljúki umræðinni og við ljúkum þessu dómsmáli sem að kannski ekki lokið. Ég sá einhvers staðar að þá verið að tala söfnun til þess að áfrýja þessari niðurstöðu héraðsdóms. Við erum sennilega þar stöddir það ekki öll þrjú að við viljum nú láta reyna aðeins betur á það hvort lögreglan skal skorin endanlega úr þessari snöru sem að manni sýndist hún koma sér í miðað við myndefnið sem að við höfum verið að horfa á, eða hvað segið þið um það? Jú, ég bara tek undir það. Mér finnst eðlilegt að þau haldi áfram. Það ekki? Og reyni. Það væri þetta mjög gagnlegt að ef það væri hægt að áfrýja þessu. Ég veit ekki hvort hópurinn hefur tekið afstöðu til þess. Það er þetta bara, þau verða bara sjálf ákveða það og ég bara skil það líka ef að fólk vill ekki gera það. Og það er alveg forvindlegt annað í þessu. Þetta með sko ríkið er náttúrulega sýknað meðal annars á þeim grundvelli að þetta hafi ekki verið friðsamleg mótmæli sko. Svo löggan má hafa sér svona að þetta var ófriðsamlegt og þetta var ófriðsamlegt af hverju að þau lögðust í götunum fyrir framan bíl með einhver ráðherra í og það var búið að rekja þetta eitthvað. Skilgreiningin á
friðsum og ófriðsamlegum mótmælum, hún hefur alveg verið gerð fyrir mannréttindadómstólnum. Okay. Oddur var að reykja þetta í gær. Að það þarf að vera sko, það þarf að færa sönnur og ásetning til skemmdarverka eða ofbeldis ef að mótmælin eiga að vera ófriðsamleg sko. Og þetta eru bara forvitnilega mörk. Það hefði verið gaman að sjá færða sönnur á slíkan ásetning í þessu máli og ég held að héraðsdómarinn sé á hálum ís með þetta, svo ekki sé fastaróli kveðið. Ég held líka að það er annað í þessu forvitnilegt og það það að sko ef að beita má friðsama mótmælendur ofbeldi þýðir það þá að það má skilyrðislaust beita ófriðsamlega mótmælendur ofbeldi eða þú veist Hvað línan? Já, og málstaðnum einhver svona svo ég tala nú málstað því það málstaður sko. Það ekkert víst að málstaðnum sé endilega akkur í því að það sé skilgreint hvern má berja og hvern má ekki berja úr okkur hópi sko. Ég held bara að sko ég held að við sem að viljum halda þessu máli á lofti sem ekki hefur málsvara inni á þinginu eða í stjórnmálunum sko, þá þurfum við bara að standa einhverjum út á götu og öskra og æpa sko. Ég held að okkur sé ekkit endilega hagur í því að það sé skilgreint hvern má berja og hvern ekki sko. En þetta bara forvitnilegt. Ég ræðis ekki. Ég forvitin þetta. Já. Einmitt. Það ég líka. Og svo eins og ég nefndi þarna aðeins í inngangnum þegar myndefni getur líka týnst að þarna voru við þó sannlega með sönnunargögn sem var myndefni en svo eru önnur mál þar sem það bara hverfur og maður sér ekki að það séu einhverjar afleiðingar. Nýlegt mál. Já. Nýlegt mál þar sem að nefndum rannsóknarstörfum lögreglu fór fram á gögn var ekki og þegar að beðið var gögnin þá var þeim fargað. Já, þeim hafði verið fargað. Já, það virkar þannig. Án nokkur afleiðing. Ég held sýnist að lögreglan sé ekkert ægilega stressuð út af þessari nefnd, sko, eftirlitsnefnd. Nei, einmitt. Það má spyrja sig hæði þessarar nefndar. Og nefndin svona frekar hlýðhóð lögreglunni líka. Oft, það var svona segja líka. Ég veit ekki hvort lögregla verður hlýðhóð okkur þremur að lokinu þessari útsendingu, en það virkar alltaf þannig að nú fáum við ekki vinnu og lögga verður leiðileg við okkur og þetta allt svona sko. Já, þetta svona. Já. En við höldum áfram. Maður hefur ekkert annað en sitt eigin nef til þess að fylgja. Og við höldum áfram að ræða samfélagsmál. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma hér að Rauðaborðinu. Sigtryggur Ari Jóhannsson og Sara Stef Hildar, ekki fara langt. Kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram við Rauðaborðið hér langt fram á kvöld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru menn með áletta. Já, vissulega. Derhúu. Já. Álfætturinn minn ígræddur svona undir hárinu. Mikið rétt. Haukur Ísbjörn Jónsson og Guðjón Heiðar Valgarðsson, verið velkomnir. Takk fyrir það, María. Heyrðu, það stóra spurningar. Hver ber ábyrgðina á morðinu á JFK? Já. Það svona það sem við ætlum, þið ætlum að fræða okkur Allavega ekki Lee Harvey Oswald. Já, allavega ekki. Alveg pottþétt ekki og ég held alveg örugglega ekki einu sinni neitt sko, fyrir að hann var svona patsy, eins og við kalla. Já, bara eitthvað svona blóraböðgull, held ég. Og það til dæmis eitt sem að virðist allavega að hafa svona vera komið ljós miðað við þessi skjöl að, og ég var aldrei alveg viss sko hvort að hann hafi verið sko CIA agent, kannski segja leyniþjónustumæður, útsendari CIA, eða bara eitthvað sem þeir fylgdust mikið með því að hann fer til Sovjetríkjana í einhver ár og kemst mjög auðvitað inn þar og svona síðan að styðja við
Kúbu, þú veist, Castro. Já, hann var meira að segja eitthvað að reyna að komast til Kúbu, var búin að sækja landvistarleyfi og var í einhverjum samskiptum við KGB líka. Já, en sko það virðist vera með við þessi skjöl allavega að sko... Þú kannski byrjum á byrjunni svona fyrir þá sem ekki vita. Já, það eru þessi skjöl, þetta eru skjöl frá leyniþjónustu Bandaríkjanna sem eru komin á tíma og einhverju svona leynd aflétt af þeim og þau komu út bara núna, eru búin að vera að gera í skömmtun. Já, og það átti að sko, því átti að Donald Trump talaði hann ætla að koma aflétta leyndinni í 2017 en svo segir hann að það kom einhverju tölu við mig og báði mig að gera það ekki og ég ákvað að gera það ekki þá en svo vildi hann gera það núna og ég held kannski að partur af ástæðinni sé að hann heldur að CIA eða einhverju þar hafi verið bakvið tilræði gegn honum og hann vill þá kannski bara að þið sjáu svona hvað þeir geta gert en hann allavega virðist vera að mæta mikill í mótstöðu því að það ekki ennþá öll skjölin komin fram sem að hann fyrirskipaði að myndi koma og hann sagði að ég vil ekki sjá neinar yfirstríkanir en já, þannig að við sjáum til hvort að þau muni koma en það sem að kom, það var svona fyrir mig kannski smá vonbrigði að því ég var kannski að vonast þess að þetta yrði mjög afgerandi að það yrði að því ég náttúrulega hef talað í máli og finnst þetta að vera mjög augljóst samsæði og hefur þótt það mjög lengi og ég hef þurft að rífast og rökræða þetta við ansi marga og hefði þótt gaman ef að þetta hefði bara getað klárað þær rökræðar en það ekki alveg svo gott allavega en það samt alveg margt annað sem að svona styrkir undir þeim stóðum að þetta hafi verið samsæri en eins og ég segi, það allavega virðist vera að þeir hafi fylgst bara mjög mikið með honum en það hvernig þið tala hann í þessum skjölum virðist allavega ekki benda til þess að hann hafi verið agent en eitt sem að ég fór sko að skoða þetta kvöldið sem þetta kom ég vakti alveg fram eftir, ég var vakandi til 3 að bara að skoða þetta, opna bara einhver PDF-skjöl og svo notaði ég gervigreind til þess að, þú veist, ég kann hlaða inn skjölunum og fekk hana til að svona fara yfir einhver nöfn, hver þetta sem við talum, veistu ekki um þennan og eitthvað svona og það til dæmis eitt sem ég sá sem svona 201 flokkur, það að segja þeir skilgreindu alla CIA sem voru annarkvort að fylgjast með eða sem að voru útsendarar sem 201 og svo fengu þeir eitthvað númer og þannig fylgdust þeir með þessum mönnum og voru með bara skrá allt um þá og þetta svona talnakóði bara einhver basically fyrir kerfið þeirra bara og þú veist og það bara flokkunarkerfið og hann Lee Harvey Oswald var klálega með svoleiðis skýrslu og þetta var gæði sem þeir fylgst mjög grannt með þannig að maður myndi allavega áætla að gæði sem að út af því hann að fara til Sovétríkjanna að þú veist hann og myndi ekki eiga auðvelt með að bara kíkja síðan bara eitthvað í Bandaríkin, kaupa sér byssu og fara að skjóta forsetann maður myndi halda allavega að þá myndi það ringja einhverjum bjöllum, einhverjum myndi segja heyrðu þessi gæi, hann hana þú veist pro-Castro gæin og svo en það, þú veist, það fara að líta út fyrir mér að hann hafi bara verið svona, já, ég veit ekki, ég sýnist mögulega hann hafi ekki verið beint agent sem þeir hendur bara undir rútuna eins og ég kannski, þú veist, eins og leit út fyrir á tímabili, heldur hafa hann kannski bara verið gæi sem var frekar róttækur en satt ekkert einhver kannski færum að fara að drepa forseta Bandaríkjanna einn síns liðs og sko það er byggt á bara svona forensics evident, hvað kallar bara það? Já, svona vettvangs bara sönnugögnum Hversu mikið hefur þú rýnt bara í samsæðiskenningar JFK? Bara alveg ofboðslega lítið svona eins og bara hinn almenni borgari Var ekki sko byssan sem hann pantaði sko póstlusta í eigin nafn og fekk senda heim til sín sem væri kannski ekkert sniðugt að fara að drepa forseta sko var hún ekki fyrir ranga hendi? Var það ekki hann var örfendur og hún var rétthent byssan Jú, það er ekki eitthvað sem kemur fram í nýjuskjörunum það er bara gamalt og það sem er kannski mesta vitleysan í þessu ég veit ekki hvort þú hefur heyrt the magic bullet theory Nei þannig að þá skal ég reyna að útskýra þetta á eins einfaldan hátt og mögulegt þú segjum segjum að þetta sé bókasafni sem hann á að hafa verið með byssuna og skjóta og bílinn kemur, keyrir framhjá, búm, og þú veist, og meðan hann í augsýn,
þá hefði ekki verið möguleiki að skjóta meira og líka hvernig sko riffillinn hann hefði ekki getað, þú veist, nema í mestalagi skotið 3 skotum á þeim tímaramma sem að bílinn keyrir framhjá. Það náttúrulega fyrst fær hann skot, það til vídeo á þessu, Zapruder-vídeói, þannig að fyrst fær hann skot greinilega í, þú veist, kassan og hann svona, þú veist, tekur utan hérna og það kúla nummer 1. Svo náttúrulega kúla nummer 2 hérna headshot og svo var einhver vegfarandi sem að fekk 3. kúluna. Þannig að þá ertu búin með allar kúlunar sem að þessi gæi, Lee Harvey Oswald, hefði getað skotið. En svo þurfti ég að fara að útskýra akkur Connelly, gæin sem var governor, öldunga fylkistjóri í Dallas, Texas, akkur hann hafi verið með líka sár, bara, þú veist, nokkur sár og þetta allt í allt sem sagt, þannig að þeir voru selja fólki og þessi Warren Commission, þessi rannsóknarnefnd sem þingnefnd sem fengin til að rannsaka morðið eftir á, að hún þarf að selja þá hugmynd að þessi 7 sár hafa öll komið úr sömu byssukúlunni. Þannig að þessi ein byssukúla hafi sko farið hérna í hann, þú veist, kassan á Kennedy og síðan lendi sko, þú veist, hendina á honum og já, farið síðan upp og þú veist, tekið beygju og farið inn í Connelly og í, þú veist, lærið á honum og þetta allt í allt 7 sár og svo enda byssukúlan og hún lítur ekki eins og út fyrir að hafa snert neitt. Þú veist, byssukúla sem að fannst sko, var ekki hérna á spítalanum síðan. Jú, hún finnst ekki fyrir en sko á spítalanum sem að var farið með Kennedy á, sko, sem var sko mörg 100 mílum í burtu, þú veist, allavega klukkutíma kyslu eða eitthvað, þú veist, kannski ekki alveg mörg 100 mílum, en þú veist, það fóru fram hjá 3 eða 4 spítölum á leiðinni og svo finnst hún sko á gólfinu undir bekknum sem hann liggur á, bara í krufningarsalnum. Hún finnst á gólfinu undir bekknum sem að líka hans John F. Kennedy á. Hún algjörlega óskötuð eins og hann hafi aldrei verið skotuð úr byssu. Það ekki neina rákir eftir gikkinn eða neitt. En er eitthvað útskýringar á þessu í téðum skjölum? Nei, það raun og veru ekkert sem kemur, en það eina sem þessi Anna Paulina Luna sem að sett yfir þessari hvað kallar maður, svona nefnd eða hóp sem á að birta þessi gögn og fær gögn í hendurnar, hún segir með við það sem ég hef séð, hún sagði þetta í pontu í Hvíta-húsinu sem mér fannst alveg gaman að sjá, að þá alveg augljóst að það voru að minnstakosti 2, eða hún segir að það hafi verið 2 byssumenn. Þannig að þú veist að þessi saga að hann hafi verið 1, hún eiginlega bara augljóslega gengur ekki upp og mér finnst, þú veist, að þessi byssukúlu saga ein og sér ætti að, þú veist, staðfesta það svolítið vel og það til vídeo á YouTube sem bara úr JFK myndinni sem Oliver Stone gerði það sem að, þú veist, þeir eru í réttarhöldunum og þetta sko sannsöguleg saga, þetta var alveg saksóknari sem að fór og fór fyrir rétti og reyndi að útskýra þetta og hann sýnir svolítið vel fram á bara hversu absúrt þessi magic bullet theory eða one bullet theory en það dugar ekki fyrir alla sumir, þú veist, ég hef alveg þurft að rífast í fólk og fólk bara, já, nei, þetta hefði alveg getað gerst, þú veist, ég veit ekki, fyrir mér þá þetta augljósasta samsæriskenning allra tíma, þú veist, það ekkert sem jafn augljóst fyrir mér. Ég eiginlega sammála því. Og þess vegna, þú veist, eins og þegar við byrjum með hlaðvarpið okkar, Álhatturinn, sem við mælum að sjálfsögum með allir hlusta á. Já, við gerum það. Já, þá byrjuðum við reyndar á einum þættum Avril Lavigne og hún væri sem sagt lottari og hann hefði dáið og verið skipt út og eitthvað, sem skemmtilega rugluð kenning. Áhugaverð kenning. Já, en svo tókum við bara JFK, því við vildum byrja bara, ég finnst þetta að vera svolítið svona samsæriskenningar 101. Já, þetta bara samsæriskenningin, það ekki? Eiginlega, sko, algjörlega og þess vegna ekki orðið samsæriskenning Herðu, það rétt, sko, málega að svo einmitt talaðum að CIA, þau fundu upp orðið samsæris conspiracy theory og conspiracy theorist til þess að setja það svona stimpil á fólk sem að setti spurningamarki við kenningarnar, en það sem náttúrulega rosalegt við þetta og það sem gerir þetta kannski akkurat við að vera að pæla í einhverju morðið sem gerðist fyrir 60 árum pluss, að það meir en bara það að því að þú veist, þeir sem að gerðu þetta, ef að það satt að það var logið okkur, að það var ennþá verið að ljúga okkur og þá einhverjir sem að komast upp með þetta og einhverjir sem eru ennþá væntanlega að komast upp með þetta og aðilar sem að þá hafa allavega, skilur aðstöðu til þess að koma í veg fyrir að þeir séu afhjúpaðir og það kannski það sem svona stærst í þessu, þess vegna var ég svona
svolítið mikið að vona, þetta kannski svona, byrjunin og hérna, nú veit ég að góði vinnur þinn, hann Frosti Logason, hérna, ég var hjá honum daginn í broadcasti og hann með sko, ég og hann náttúrulega hnakkrifumst allt svona. Það hafi gert í mörg ár. Já, við gerðum það og sko, hann, gerði lítið úr mínum samsæðiskenningum 9/11 og JFK og allt þetta á sínum tíma, en hann sem er búið að breytast aðeins í honum hljóði núna varandi þetta og hann sagði með þetta fyrsta að það sem hann hefði skoðað núna, hann hefði farið að skoða svolítið vel samsæðiskenningar JFK og bara, það hefði bara spreytt á honum hausinn og hann bara núna segir bara já, það var bara rétt fyrir með þetta og þú veist, ég legg til að fólk svona stúderi þetta alveg, að þetta það sem eiginlega áhugaverðast við þetta mínum að þetta hversu fáránlega augljóst þetta og hversu svona bara að því hafi getað logið þess að fólki á þessa blikka. Mér fannst það líka með Bobby, RFK sko. Já, það er annað, en það er kannski... En það náttúrulega kemur ekkert í þessum skulum það, vonandi verður það seinna. Já, það á að létta lenda því og Martin Luther King, það er svona aðeins minnst á það í þessu. En já, þannig að það er í rauninni, þetta eru hvað segðu þið, 80.000 blaðsíður? Já, sko, sem áttu að vera birt. Ég get ekki séð að það hafi verið svo mörg, sko, byrjuð á fyrsta droppinu voru þetta 1123 PDF-skjöl sum þeirra voru bara ein blaðsíða en svo var til dæmis eitt skjalið 256 blaðsíður og þar var, ég fór að skoða það svolítið og ég fór að kynna mér þá er að tala og þetta er oft verið sko að nafngreina sko einhverja, þú veist, það er kannski einhverju bara svona þekktir rithöfundar sem við svona, núna vitum við það, hann var allan tíman CIA agent eða einhverju þekktir sko blaðamenn og eitthvað svona og núna allavega, þú veist, sem er auðvitað jákvæmt að við getum notað þetta fyrir rannsóknarvinnu í framtíðinni, mikið af þessu. Púsla saman sögum, það er Mossad var eitthvað minnsta Mossad Mockingbird dæmið var svolítið nefnt í skjörunum þannig að það sem við vorum að tala um að þeir var að reyna að stýra fjölmiðlum og eitthvað sko til að vera hliðhollir CIA veit að einhverja skjörunum fjallum það og svo var þetta, ok, byrjum aðeins á Mossad áður við fyrir út í það, ég veit að þú ert ekki mikill aðdáandi Ísrael frekar en ég og þú veist og sem er kannski mitt líka, þú veist, ég veit að ég hef kannski verið svona hliðhollir Trump og hann er svona kannski já, ég er ekkert alltaf ánægð með hvernig hann er að tala þar, þú veist og eins og þetta vídeo og eitthvað svona þannig að ég skil að fólki finnist það mjög vafasamt og ég finnst ömurlegt þessar sprengingar sem voru dæmt þú náttúrulega fórst þangað, það fórst ekki þangað Nei, já, svona að landamærum í Kaíró og ég hef alltaf, þú veist, mjög lengi talið Ísrael að vera svolítið svona bara svona Ísrael vera svolítið stór partur af vandamálunum og svona ofalega í píramídunum, þetta er þetta Rothschild veldi svolítið og sko ég er svo djúpt sokkinn í samsæðiskenningar að ég tel að þetta sé bara strategía að þú veist að það verður bara þú veist að saving Israel for last það er Q-drop en það kannski óþarf að vera að fara út í það en það er sem sagt er eitthvað sem ég trúi raun og veru að það sé bara ekki hægt að díla við Ísrael akkurat núna það þurfum við að bíða með það en já, þessar sprengingar hjá Netanyahu voru náttúrulega umlegar og þú veist og þess að ég segi, ég er svona vonast til þess að það verði stöðvað en það er sem sagt, það voru þarna skjöl þar sem það voru sko CIA agentar voru að fara að biðja það að allar tengingar við Mossad yrðu ritskoðar. Það er að segja þegar að skjölin yrðu aflétt að það voru mjög andum það að Ísrael yrði ekki nefnt í neinum skjölum og allt það yrði, þú veist, akkur yrði svona andum það. Og jú, það var náttúrulega að John F. Kennedy, hann átti í einhverjum útistöðum á þessum tíma. Ísrael vildi fá kjarnorkusprengju, hann var þarna Ben Gurion, hvað hann hét, og þú veist, það voru einhver rifrildi þar. Og það eru sumir sem vilja meina og ég held að það sé alls ekkert útilokað að þeir hafi haft eitthvað með þetta að gera. Morðið á JFK. Og, er eitthvað sem rennur stóðum undir það í þessum skilum? Það er allavega það að þeir virðast vera passa viðriðnir í svona samsærið í kring. Já, og það að þeim sé andum að það sé ekki uppljóstur skjöl og svo veltir maður því einmitt fyrir sér. Ef að, þú veist, öll þessi skjöl sem að koma út núna þú veist, þetta er alveg margt annað sem er mjög vafasamt og hvernig er að tala bara þú veist, CIA þú veist, eins og til dæmis Operation Northwood sem var reyndar létt af leynd áður og þá eru þeir að tala sko mögulegar aðgerðir gagnvart
Kúbu og þeir eru bara að tala sko, og þetta bara súrealist að lesa tungumálið þarna. Þeir segja sko, já, við gætum sprengt upp flugvél fulla af nemendum og svo stendur að segja real or simulated. Bara svona, fyrir eftir í hvort henda betur. Gætum drepið alvöru nemendur eða bara gert það í þykjustunni og kennt Kúbu það. Eða skilur, við getum skotið fólk á götum úti í Bandaríkjunum og kennt Kúbu það. Þetta eru þeir bara leggja til og þetta voru tillögur sem að endu á borðinu hjá JFK. Hefurðu heyrt þetta? Nei, en þetta svona gert til þess að þá búa til einhvers konar óvild og réttlæta þá innrás. Akkurat. Þá langaði til þess að réttlæta innrás og það náttúrulega atvik sem að gerist Bay of Pigs eða Svínaflóa að þar eru í raun og veru bara CIA tekur nú svo upp á sitt einsdæmi, bara búið að safna saman einhverjum svona skæruliðum og eitthvað og byrja að gera einhverjar árásir á Kúbu á þessu svæði, Svínaflóa, en Kennedy ákveður að bara, ég ætla ekki, þetta var ekkit, sem að ég samþykti, eða ég vildi, þannig ég ekki að fara að láta herinn bakka upp þessa gæja, þannig að það enda bara á, þessi skærulegar og eru bara teknir út og þarna vinnur hann sér inn mikla óvild hjá leyniþjónustu Bandaríkjanna og þeir sem voru að stjórna þessu, þeir svona svolítið byggust við því að þeir getur bara byrjað eitthvað svona um leið að vera komin einhver átök, þá þyrfti náttúrulega Kennedy og Bandaríkjanna að verja sína menn og hlýta skakkast í leikinn. Nú spyr ég bara svona eins og leikmaður, hvað þá CIA? Hver stýrir þá CIA og hver hagur CIA í því sem þeir eru að gera? Sko CIA hefur bara svona orðið við eitthvað svona skrimsli fyrir mér, svona sem að lítur bara heil lögmálum og svo er ekki með neina beint sko, ríkisstjórnir stjórnaði mikið neitt en það var sko Kennedy að tala að hann vildi útrýma CIA bara, og Robert F. Kennedy Jr. sem núna komin heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum að hann með talaði það að þetta hafi verið ástæðan fyrir að þið tók hann út og hann trúir því að bæði pabbi sinn Robert Kennedy sem að fólk kannski áttar sig ekki alveg á því heldur að hversu rosalegt það morð var af því að þó hann hafi ekki verið orðin forseti að þá voru gríðarlega líkur á því að hann hefði orðið næsti forseti Bandaríkjanna því að Kennedy var náttúrulega ennþá mjög vinsæll og nafnið og hann var með sama svona sjarma og John F. Kennedy og var búinn að vinna sko stærsta prófkjörið í Kaliforníu og það er bara það kvöld þegar hann bara fagna sigrinum í Kaliforníu prófkjörið demokrata þannig að hann myndi enda á að fara og í frambóði móti Nixon að þá er hann skotin og það allt saman er líka mjög fyrirlegt og við mælum þetta bara með að hlusta og þáttir okkar það Sýran stendur fyrir framann en samt er Bobby Kennedy skoti í bakið það er margt skrítið við það sko. Hann allavega, en sko það er eins og í því tilviki hann hafa bara verið dálitur og þegar hann tekur bara eitthvað byssu og byrjar bara að skjóta bara bóm og svo segja þetta ekki munan eitt eftir þessu er allt mjög, en það dæmi er alveg skemmtilegt samsæri, skemmtilegt en allavega, ég held að líka það sem að Robert Kennedy hefði gert ef hann hefði orðið forseti og það var jafnvel talað að hann ætlaði að fá Martin Luther King sem varaforseta efni, pæli í því ef það hefði gerst, en í staðinn þá er hann drepinn. Dúo sko. Og maður sér fyrir sér svona muni eftir Sliding Doors. Það er svona alternative veruleiki sem hefði kannski bara verið voðalega þægileg. Já, ég held allavega að það hefði verið aðeins öðruvísi sko og það er einmitt aftur út á Ísrael og þannig er þetta líka út það er svolítið þannig að Ísrael er í bandarískum stjórnmálum, þeir hafa svolítið verið alltaf rosalega ósnertanlegir og eins og ég veit mjög marga sem kannski voru alveg að styðja Joe Biden okkur mikið en svo bara þegar hann var hardcore síðanustíða þá bara ok, nei en já og sama með Robert Kennedy, það var sagt að síðan hafi verið hafi skotið hann, það var svona opinbera kenningin út af því að hann hafi lofað einhverjum vopnasendingum til Ísrael flugvélum eitthvað svona, hann hafi verið að styðja við Ísrael og hann var frá Palestínu ég held að hann hafi verið sko var upphaflega frá Jórdaníu en hefði flust frá Jórdaníu með fórðisinu til Palestínu og svo flúðan frá Palestínu með stofnun Ísraelsríkis eða eitthvað svoleiðis og þau komið sem flóttafólk til Bandaríkjanna en hann var af
palestínskum uppruna eða svona hann lendir í einhverju hjólaslýsi, var ekki velhjólaslýsi og fær einhverja heilaskadda þessi gæi, svona ef maður að pæli og stútur eitthvað svona dáleiðslega fyrir eitthvað þá meikar alveg sens að þessi auðveldara dáleiða manneskju sem hefur orðið fyrir heilaskadda og hann að kenningin að hann hafi verið dáleiður af CIA til þess að fara hann inn með byssu og byrja að skjóta og svo hafi verið, þá var hann einhver lífvörður sem var hann með honum og hann hafi síðan að klára verkið þetta náttúrulega hljómar allt svo brjálæðist þetta hljómar sturlaðara heldur en bíómynd ef þetta væri plott í bíómynd þá myndum maður að segja að þetta nú ekki trúverðið bara Súlandir, þetta plotti í Súlandir basically hann dálendur til þess að skjóta múka alveg rétt þannig að það svona enda settum við ekki í þáttinn Súlandir stæl síðan var dálendur til að myrða JFK í Súlandir stæl RFK, já en þannig að já, það sem ég segi, það margt áhugavert í þessum samsæris heimi og þetta En verður maður ekki þreyttur á að vera alltaf að greina svona allt í kringum sig? Jú, þú veist YouTube-algoritmiðin verður mjög skrítinn og fer að sýna bara furðulegustu hluti ef maður byrjar að kynna sér alls konar samsæri Hvernig greinir maður úr? Já, það ekki svolítið erfitt? Jú, ég meina og þú veist og það eru þetta líka Og það til dæmis ekki samsæri að maður fá ykkur ákveðin gögn í hendunar og eigi að lesa eitthvað úr þeim og kannski setja þá inn í AI sem stýrt að hverju hvar á maður að stoppa? Einmitt, og þú veist og það sem að ég hef yfirleitt sagt að sé svona mitt og þess kannski sem við reynum svolítið að vinna með að við reynum alltaf að taka hvað er þessi hlið að segja hvað er skilur opinbera skýringin og hvað er þessi hlið að segja og svo bara, þú veist, og ef það eru til dæmis einhverju hluti sem eru allir sammála þá getur maður síðan fara bara að beita sín eigin rökhugsun til dæmis eins og með þessa byssukúlu það er ekki eins og það er ekki eins og hinliðin sé bara að segja hvað kjaftað er þetta, hann hefði alveg getað skotið 7 skotum þú veist hvað ég meina, það er ekki mótrökin heldur mótrökin eru nei, þetta var ein byssukúla hefði alveg getað gert þessi 7 sár og þá segi ég nei þegar að rökhugsun mín segir bara það meikar ekki sens, saman með byggingu 7 þú veist, ef þið viljið skoða 9/11 þú veist, það er enginn að segja að svo bygging hafi ekki hrunið til grunna, það er bara verið að segja að hann var eldsvoðið eitthvað þannig að þegar allir þrír eru sammála einhvern atburð að hann hafi gerst einhvern veginn að þá getur maður kannski farið að meta það rökræða hvað mikið sens þannig að endanum verður maður bara að treysta svolítið sína eigin rökhugsun og kannski dómgrind og reyna að meta hvað mann sjálfum finnst mega sens en svo sjálfsögðu eins og með sumasatriði og við fundum fyrir þessu til dæmis við tókum með þáttum climate change, global warming og ég til dæmis trúið ég að það sé gróflegar ígjur að það sé stórhættulegt en til dæmis Ómar og Haukur voru ekki jafnsammála mér allavega og sérstaklega ekki fyrir þáttinn kannski aðeins opnari fyrir því eftir þáttinn en þá fundum við fyrir því að það er bara þú veist, þú ert bara með mismunandi gögn bara hér er sagt bara, þú veist, Hlín er búin að vera þetta mikið og svo bara nei, hún er ekki búin að vera þetta mikið og hér er búin að segja miklu meira fellibyljum og eru miklu sterkar og svo er bara nei, það er ekki þannig þú veist, og þá ertu aftur bara, þú veist, ég veit ekki hvernig veit ég, veist, hvort er satt og hvort Ég er ekki fellibílafræðingur, sko, ég veit ekki hvað skalið er notaður eða En svo er kannski svona bara svona aftur að kjarna þessa viðtals Hver drap þá JFK? CIA, ég vil meina að það klárlega verið CIA og Mossad hafa alltaf verið bara svolítið svona bræður, þú veist, fyrir mér og hafi pottet verið inn á nett, þú veist þeir nota held ég, sko, það er alltaf og svo er mafían inn í þessu, Jack Ruby og var ekki einhver að tala það að Jack Ruby hefði tengsl við Ísrael og þú veist, Jack Ruby og by the way bara svo, hvað er svo absúrt bíómynd ég veit ekki hversu, þú veist, og margir kannski bara þekki þessu sög ekki droslega vel þú veist, Lee Harvey Oswald, hann er handtekinn bara kvöldið og hann neitar sög hann segir bara, I didn't kill anybody þú veist, ég ger ekki neitt bara og hann er handtekinn hann í Dallas, Texas í einhverju bíóhúsi og svo bara daginn eftir þá er verið að færa hann í fangils einhvers staðar og þá kemur þessi Jack Ruby og bara búm, skýtur hann í magan í beinni útsendingu til vídeo á þessu þannig að þú veist, Jack Ruby er Lee Harvey Oswald og svo bara hann strax drepinn og svo nokkrum ári setna áður en það átti eftir að gefa honum eitthvað svona réttarhöld Jack Ruby og þá deyr hann við fröðulega kringumstæður Þannig að þeir ná einhvern veginn aldrei að tjá sig Nei, og kenningin er þá að hann hafi verið eða það sem ég las í þessum skilum að hann hafi verið
terminally ill, þú veist það að segja, með eitthvað banvænan sjúkdóm og hann hafi verið tilbúin að skjóta Lee Harvey Oswald, vitandi það væri svolítið svona sjálfsmorðs mission og í staðinn þá fengi konan hans að eiga einhvern bar sem að hann var að reka fyrir mafíuna og eitthvað svona, fengi einhverjar tryggingar eins og kannski þekkt í mafíuheiminum en já, þannig það eitthvað sem að ég til dæmis ég get ekki alveg lofað þessu með Ísraelstengingunni, ég man bara en talandi svona undarlega og furðulega dauðdaga, þá náttúrulega væri það góð ringur í Gary Underhill sem að CIA-mannin sem að talaði bara strax daginn eftir morðið á John F. Kennedy að þetta væri eitthvað svona innanbúðaverk klíku innan CIA og hann flýr strax Washington daginn eftir og byrjar að undirbúa það að flýja land en svo finnst hann látin 6 mánuðum seinna með byssukúlu í hnakkanum og það sagt vera sjálfsmorð. Já, berið sér það var bak við vinstra eyrað held ég. Já, ekki hnakkanum, það var alveg vinstra eyrað. Hvort það var bak við, manni hvort það var bak við hægra eða vinstra, en það allavega passaði ekki við það að hann var örfendur eða réttendur. Það var ekki bara mjög erfitt að skjóta sig aftan frá held ég. Já, og Ságæi, hann var búinn að vera að segja fólki þú veist, bara í kringu sig þeir drápan og ég skítræddur, þeir munu drepa mig líka og enda síðan að drepa sig. Hann var að fela sig hjá okkur mættingum í Bandaríkjunum að undirbúa að flýja land. Og það sem kannski, að því að þetta var eitthvað, ég hafði reyndar ekki heyrt þetta, ég skal viðurkenna það. Þetta nýtt í skjölunum. Nei, þetta nefnilega ekki nýtt í skjölunum, eins og sumir hafa síðan bent á, þá var þetta, í raun og veru skjölin í raun og veru bara vísa í viðtal sem var í tímariti sitt Rampant, minnum ég alveg örugglega. Rampant.com og þar var eitthvað viðtal sem að fjalla eitthvað grein sem að fjalla þennan gæja og þetta og ég var einmitt að nota aðeins að því hann heitir John Garrett Underhill Jr. og bæði ég í dag Grok sem ex-gervigreindin að finna fyrir mig staðfesting á því að hann hafi verið CIA agent og það sem að kannski þessi skjöl eða það segja þessi skjöl sem að var létt leynd af að þau eru svolítið að sína allavega að CIA var með hann á radarnum sínum og mögulega bendi til þess að hann hafi vissulega verið CIA agent sem myndi renna stóðum undir hans frásögn og hann kemur úr military intelligence background, það allavega vitað, hann var US Army Captain in the General Staff G2 Military Intelligence during World War II from July 6th 1943 to 1946 og sérhæfður í ljósmyndun vopnum óvinnana og einhverjum svona tæknilegum sérfræðikunnáttu og þannig að hann þótti verðmætt eign, valuable asset því þetta as we go og það náttúrulega þú veist, bendir mjög skýrt til þess að hann hafi vissulega verið CIA agent, hann var allavega vann fyrir þú veist leyniþjónustu hersins og það stutt á milli þar og það síðan meira post-war CIA contact, það segja þá vitað að hann var í tengslu við CIA's Domestic Contact Service og og þannig að þetta allavega en að því að svo líður tíminn en þetta dúkkar alltaf upp þetta sama, þetta með CIA og svo með Mossad og í tengslum þá við þetta gamla morð og svo einhvern veginn svona vindur tímanum fram og maður ímynda sér ef þetta væri eitthvað svona hagsmunaklíka sem að væri með eitthvað ákveðið agenda að það myndi kannski breytast svona eftir kynslóðum. Nei, það gerir það ekki. Það það sem ég náttúrulega er svolítið svona að reyna ofta að leggja áherslu á að þetta er nákvæmlega fyrir mér sama klíkan og á bakvið árásinnar 11. september. Það eru sömu blekkingaröflin og þú þarftir það sem er kannski stærst við þetta eru stjórnun á A fjölmiðlum og B akademíu. Það er ennþá þannig í dag ef þú værir í einhvers skólaprófi og verið spurður hver drap John F. Kennedy að þú fengir bara rétt fyrir að segja Lee Harvey Oswald og ef þú verður að skrifa ritgerðum eða eitthvað að þá fengir bara fallengun nema þú myndir samþykja opinberissöguna og þú veist, og sama með eins og bara Jeffrey Epstein skilur, það er þú veist, núna eru bara fjölmiðlar þeir fjalla þannig þetta bara sem drap sig í þú veist, í fangilsi það er ekki sagt sem
talið þeirra sem haldið þeir fram að hafi drepið, það vallar svona þó að í raun og veru, ég veit ekki eiginlega bara neitt sem trúir því að hann hafi drepið sig sjálfur. Það finnst öllum þetta allt á loðið, alla myndavélar slökkt á þeim. Allir á myndavélunum og allir öryggisverðarnir sofna. Já, allir sofna þetta á verðinum og hann var, under suicide watch og eitthvað, allavega. Þannig að það er stjórnun á fjölmiðlum og því hvað, í skólakerfinu, hvað skólakerfið segir okkur að það er að halda þessu gangandi og ef að þú hefðir ekki stjórnun á fjölmiðlum þá myndir ekki þóra að gera þessa hluti þú myndir vita að þú yrðir sem lafhjúpaður en það er svolítið það sem kemur á daginn fyrir mitt leiti allavega þegar þú fer að skoða þessa hluti svolítið náið að þá sérðu bara að það er þetta er mjög frekar augljóst oft ef að þú kemst fram hjá þessum áróðursminn. En er þetta vinnandi vegur? Þú veist, ef þetta eru svona sterk öfl sem öllu ráða og þau eru greinlega með eitthvað agenda, hvað á maður að gera? Hefur maður eitthvað með það að vera með fingurnar í þessu? Ég meina, ég veit ekki, ég tók þennan pól í hæðina, ungur, ég ætla bara að reyna, og ég get alveg sagt að það er ekki verið auðvelt að, berjast gegn þessu og reyna eitthvað að, berja hausnum við vegga að tala við fólk þetta sem er bara alls ekki að fara að trúa saman hvað þú segir og maður er alveg mist skilur vini og virðingu frá fólki og kannski ekki fengið vissa vinnur eða alls konar veldur manni ekkert en ég vil samt meina að það sé mjög mikið búið að breytast með þetta nýlega að það sé miklu fleiri opnari fyrir svona Það eru ýmislegt afhjúpast með þjóðarmorðin Palestínu. Það er svona fólk verið staðis að vera opnara fyrir því einmitt að það sé einhvers konar það sé allt undurorpið einhverju svona valdaklíku sem að einhvern veginn tegja sína inn í Bandaríkin og það er til dæmis ekki ósennilegt einhvern veginn allt innu lengur. Nei og málið er einmitt með það og ég sérstaklega ég var alveg mjög róttækur andstæðingur Ísrael alveg bara ég man ekkert ég var á kaffibarnum og það var einhver gæi eitthvað where are you from? I'm from Israel that's not a country hann bara brjálaði ég var alveg þar ég er ekki að segja kannski út að ég fór svolítið mikið að stúdera líka Muslim Brotherhood sem eru afspringi, að Hamas eru tengdir og þeir finnst mér líka rosalega slæmir þannig ég bara komið fram og ég er líka mjög mikið á móti Hamas og samtökunum og mér finnst að það sé alveg mikið vandamál líka og ég er mikið á móti bara svona bókstafstrú á Íslam mér finnst hún bara og ég veit að það eru til hófsamir múslimar sem og margir hverjir eru langflestir eru já, bara sem að eru ekki að vilja ekki þeir eru meira þegar svona pólitískir aukahópar taka trúarbrögð og nýta þau til þess að meiða fólk og kúa. Já, algjörlega, kannski vel orðað. Snúa trúnni einhvern veginn á hvolf. Sama róttækir kristnir geta gert. Það er einmitt, evangelískir síonistar gerðu áðurina til urðu síonistar sem eru gyðingar. Ég til dæmis nokkur hliðhóllur þeirri kenningu að Hamas séu stofnaðir af Ísrael. Já, það eru, því hefur verið haldið fram. Já, því hefur verið haldið fram. Það var alltaf svona mókað undir þá vegna þess að þeir voru andspyrna við. Já, við PLO, við Yasser Arafat á þeim tíma. Þeir hafa alveg viðurkennt það, þeir hafa ítt undir það og það hjálpar þeim náttúrulega kannski að séu ennþá róttækari öfl sem að, farið með völdin og þá eru auðveldara að réttlæta þeirra aðgerðis og þeirra áuppeldi þannig að þetta tengist allt við erum bara eiginlega að segja það við erum bara morðið á JFK og Palestínu stríðið í Palestínu í dag stofnun Ísraelsríkis á sínum tíma þetta sé, það er alltaf eitthvað en ég meina til hvers? Það er bara, núna alltaf förum við aftur í það sem ég vil alltaf meina það er þessi, það er þetta agenda sem byggir út á þau markmið að ná bara þetta er bara gamla sagan, bara heimsyfirráð eða dauði, þeir vilja bara alheims ríkisstjórn því að það er besta leiðin fyrir þetta fólk til þess að stjórna heiminum og því meiri meiri miðstýring því betra, þess vegna vilja þið svolítið útrýma bara þjóðríkinu og hafa þetta bara, íta öllu undir bara ESB, í þessar alþjóðastofnanir, Sameinuðu þjóðirnar og allt þetta það er svolítið, búið að vera þeirra markmið. En eins og með í stofnun Ísraelsríkis, ef við lítum bara á það sem þeir geta tryggt ófrið í Miðausturlöndum að eilífu,
Þetta mjög gjöfult svæði, náttúruauðlinda séð og bara auðlindum og ef þeir get ekki nýtt þetta til að auðgast og byggja sig upp sem ríki þá verða alltaf í stríði og fátækt þá keppa þau ekki við Vesturlönd auðin. Svo eins saman sem með klerkastjórnin í Íran, ég menn að þú skoðar myndir frá Íran fyrir eitthvað 50 árum en 1970 eitthvað, það ekki skilur eitthvað búrkur og eitthvað Nei, og ég meina var bara mjög blómlegt og mikið frjálsindi samfélag og ég meina sama með Afganistan og þetta eru í rauninni vestrænt inngrip sem hefur orðið til þess að svona öfgahópar ná einhverju svona ægivaldi. Wahhabismi þegar að Zbigniew Brzezinski fer til dæmis Afganistan til þess að þjálfa upp og gera, radikalæsa, hvað við kalla, gera róttæka andspyrnuhópa gegn Sovétríkjunum. Hann talaði alltaf að það hefur verið stór ástæða fyrir þeir náðu að knesetja Sovétríkjunum þegar þeir voru á fjármagna Bin Laden með þessu, á þeim tíma, skilur, að hann var partur af þessum mujahadin í Afganistan að berjast gegn Sovétríkjunum með stuðning í Bandaríkjana og þeir nota þetta jihad heilaþvæð, eða það að segja heimspeki eða hvað við kalla þetta, þú veist, til þess að raun og veru fá þá til að berjast gegn Sovétríkjunum og svo sagt að hann hafi snúist gegn Bandaríkjunum og allt það, eins og kannski margir þekkja þá sögu, en eins og þú segir, þetta fyrir mér þá verður þetta alltaf snúist og ég tel með að hafa ágætis heimildir og rök fyrir því að það hefur alltaf verið, skilur, fleiri og fleiri skref í átt að heimsríkisstjórn og ég held alveg partur af því og getur, ég veit ekki hvort að þú ert sammála því en að það að segja að partur af því að útrýma þjóðríkinu að skilur þú veist, ráðast inn í einhver lönd og svo koma skilur flóttamenn eða þá bara þú veist, eða rústa þeim efnahagslega séð og þá ofanflýjanlega byrja fólk að flýja og því meira sem að þú býrð til skilur hrærigraut eða svo kallega fjölmenningarsamfélag sem ég ekki sannfærður að sé besta skipan af samfélagi, þú veist að það sé bara engin rök, eða þú veist það að segja engin hvað sem gögn sem að styðji það sé besta leiðin til að hafa samfélag þess að fólk tala ekki sama tungumálið, deil ekki menningu, deil ekki, þú veist, að það sé gert til þess að á endanum þá sé fólk og að gera alla þjóðernis kendir eða hyggju eða hvað sem mjög tortryggilegar, þú veist, og kalla það rasisma ef þú ert að tala að þetta sé ekki gott. Já, en ég meina að það samt alveg munur á milli þess að vera hafa þjóðernisstolt og vera finna til rótana og þykja vænt þjóð sína og uppruna en að líka nota það sem eitthvað til þess að níða aðra og berja á öðrum hópum. Þetta fjölmenningarsamfélag þau byggist nákvæmlega upp á því að allir beri virðingu fyrir þeim fjölmörgu þjóðbrotum sem þar að finna. En ég vil bara samt meina svolítið að það sé smá óraunhæft að það sé hægt bara bjóður Hefur komið til London? Já, ég að segja það og ég bjóð þar í mörg ár og ég get alveg lofa þér því að það mjög blómlegt fjölmenningarsamfélag og alveg sem svona bara gengur óbúslega vel. Hvað með þessi grooming gangs og það sem voru komist upp með að það er til vond fólk það var kannski mest sem að var að þau voru ekki handteknir út af því að þau vildi ekki íta undir útlendingaanduð. Já, ég veit ekki hvað þú ert að vísa en ég get allavega, við skulum bara vera saman með Rósamlega nákvæmlega þetta. Ég held að sé alveg að vera elska ættjörðina og samt bjóða alla velkomna Ég held að það sé nefnilega nákvæmlega bjóða velkomna, og þú veist, þá er ekki að segja þú veist, við ætlum að bjóða sérstaklega glæpamönnum og morðingjum hingað, ég bara að segja ef þú ert bara með þokkalega eðlileg mannesku sem að koma hingað sama hvað hún kemur, þá finnst hún að vera velkominn, skilur við. En þú sagði samt eitt á hans, ég ekki alveg vissum ég sé heldur samlega, kannski, sem að sé bara allir múslimar svona hófsamir, eða svona flestir, langflestir. Já, þú veist, ég náttúrulega bara flestir, hún sagði ekki allir. Ég sagði að það væri það nú bara flestir að fólk trúr ekki fólk en yfirleitt bara trúr ekki heima þessari friði og langar ekki að vinna öðrum megin. Ég held þetta svolítið, en ég fór til dæmis að ég sá okkur á norska heimildamynd Muslim Brotherhood, það var verið að taka viðtal við einhvern mannréttindafrömuð frá þeim og hann var bara spurður, þú veist, hvað finnst þér að gera við
þú veist, samkynniða. En þú ert náttúrulega að tala múslimska bræðilvar. Já. En við erum náttúrulega komin langt út fyrir efnið. JFK, hver draf JFK, bara svona lókum? Fleiri hérna. Lyndon B. Johnson, nei, hérna. Já, nei, samt klálega. Lyndon B. Johnson var hann lét drepa hann, sko, mögulega. Herri, það líka sem við ættum að minnast á hérna, það Deathbed Confession, það að segja dánarbeðis játning í Howard Hunt, sem einn af CIA-gæjunum sem að hérna var í viðriðin Watergate-neyksli. Hann segir á dánarbeði sínu bara, hann nefnir hann að Kortmeier og fleiri nöfn, sko, Morales, einhverja gæja, og hann segir bara að þetta var CIA-plott og sonur hans tekur þetta upp og upptakan af þessu til og það alveg vita að þetta var CIA agent sem að segir þetta, þannig að þú veist, ég held að allavega það séu til dæmis líka mjög sterk rök fyrir því að það sé hérna, þetta hafi verið CIA, erum við að reyna út á tíma, sérst? Já. Vá, hvað þetta er hratt. Já, svona er það. Já, ég held að við vorum rétt að byrja, en ok, já, svo var hérna Þið verður bara að koma aftur sem fyrst. Sovjetmenn, þá byrjuðu ekki að lesa það skjál, fyrst við erum að tala það var eitthvað svona meira krassandi mest krassandi skjölunum sem að voru byrt í þessu samhengi að það er að segja að þeir segja bara já, þú veist, Lee Harvey Oswald er að fara að koma, þú veist, hann til Bandaríkjanna og hann mun skjóta JFK og Martin Luther King, eitthvað svoleiðis, en ok, þið kannski getið fundið það. Já, en hvar á fólk að finna ykkur? Áhætturinn er á Spotify og hérna fyrir svona fólk sem notar Apple, þá er það á Apple Podcast og eitthvað er nú komið inn á YouTube, við erum ekki alveg nú duglega við að setja þættina þangað líka. En ég fann þetta, ef maður voru að lesa, þetta er þetta skjal Sergei Ksorno to Russian Ambassador og hann segir, Dear Sir, Vasily Kontsov gave me order to transmit this information to the US government in Sofia, Bulgaria. Mr. Vasilev gave me this information about Mr. Lee Harvey Oswald on August 14th. Ms. Asenova, girlfriend of Russian consul, came to my room and repeated that Mr. Lee Harvey Oswald is assassin. He will kill President Kennedy. Og svo segir hann, I said, Mr. Lee Oswald will be killed after he killed Kennedy. Og svo segir hann líka, and they will also kill Dr. King. Þannig að þetta er bara svona eitthvað skjal sem þetta er eitthvað skjal sem ég er hægt að finna þannig í þessum 80.000 blaðsíðum sem að Já, það er eitthvað komið. Vonandi fer að koma meira af þeim. Já, og ég vona mitt að koma eitthvað svona sem að hérna geti lokað þessari rökræði. Stendur til að hérna bara búið til útdrátt hérna ég er alveg spenntur fyrir að gera framhaldsþátt á JFK þegar við erum komið með fleiri skjöl, sko. Eða bara eitthvað svona punkta. Sko, það eru til einhver svona vídeo náttúrulega á YouTube þar sem ég geti séð, þú veist, bara Google bara classified, þú veist, declassified documents on JFK, bara þú veist hvað er það helsta og það er náttúrulega mismunandi og fáið náttúrulega suma sem eru mjög mainstream og þú veist munu túlka þetta sem þú veist að sé ekki þetta sem að sé eitthvað skrítið en svo eru kannski bara reyna á kannski skoða bara báða hliðar reyna að fá sem, Eitt sem ég rakst á í þessum skjölum var að sko á þessum tíma var 74% starfsmanna sendiráða Bandaríkjanna útsendarar CIA. Þannig að sko og bara njósnarar, þannig að þú veist meirhlutin að sendiráðstarfsmönnum og sendiherrum voru bara njósna fyrir CIA og CIA hljóta að hafa bara verið með mjög mikið lítök út allan heim og mjög mikið af blaðamönnum líka sem er að fara á einhver svona svæði, þú veist það bara komið ljós sem þetta margir af þessum stríðsblaðamönnum okkar, þetta eru agentar þú veist þeir eru að fara þarna þú veist, út af það er svo gott yfirskinn líka þú kemst að alls konar hlutum og getur verið líka að beita áræðri fyrir en já, Northwoods document mælum við því og Mockingbird skoða þetta og Álhattin muni að vera með Álhattin á höfði því það er verið að fylgjast með þessu ég setja punkt þakka ykkur kærlega fyrir Haukur Ísbjörn og Guðjón Heiðar þið bara, þið opnuðu auguminn hér þetta var gaman, þetta var skemmtilegt takk fyrir og Doggi við það eru meira hér handa við hlýja Þarst hann að tala borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30 það þarf ekkert að bóka tíma endilega kíkja við í Bólholt 6 105 Reykjavík. Já, þá höldum við áfram dagskrá Rauðaborðsins og við eitt af því sem við höfum sinnt hér svona, hvað maður segja, nokkuð reglulega. Það eru neytendamálin.
þau brenna jú á okkur öllum og til minn komin Breki Karlsson, formaður Neytendasamtakanna. Sæl og blessaður. Heill og sæll. Hvað segirðu gott í dag? Bara gott, vorjafndægur og að veðrið gefið ekki alveg vorið til kynna, en rigningin hún náttúrulega vonandi er næring fyrir blómin og grasið og allar jurtir, heldur betur líka hina andlegu. Jú, við getum ekki kvartað yfir tíðinni síðustu vikur. Nei, það er allan að þetta kvarta yfir mörgu öðru heldur en veðrun endilega. Já, til dæmis neytendamálunum, þau hafa stundu pirrað okkur á þessu skýri. Jú, það er eins með neytendamálin eins og mörg önnur mál að það er einhvern veginn alltaf óþrjótandi verkefni og maður er í þannig starfi líka að við erum alltaf að reyna hjá neytendasamtökunum að útrýma sjálfum okkur, að gera okkur óþörf. En það er einhvern veginn hrannast upp verkefnin. Fólk er ennþá að lenda í vandræðum með viðskipti sín við fyrirtæki eða opinbera stofnanir. Og þar komum við inn og reynum að aðstoða fólk og svo erum við að reyna að berjast fyrir bættum rétti okkar neytenda gagnvart stjórnvöldum. Já. Eitt af þeim neytendamálum sem hefur verið í fréttum síðustu daga, það er verðkönnun. Ég þekki nú þá sögu ekki alveg gjörla, en þetta er einhvern veginn þannig að Melabúðin er ekki sátt við það að vera inn í einhverju verðkönnun og svona leiðir á sig spurningar hvenar búðir hafi leyfi til þess að segja nei takk og hvenar ASI hefur leyfi til þess að fara inn í hvaða búð sem er og skrifa niður verð og sitja í könnun. Er þetta eitthvað sem þú getur tjáðið? Þetta er kannski ekki alveg á okkar borði hjá neytendasamtökunum að ASI sér verðeftirlit en ég veit ekki, ég held að það væri nú á allra vitorði að fólk sæktist ekki í meilabúðuna til að kaupa vörur á lágu verði, heldur fólk er að sækjast eftir annarri þjónustu, úrvali, hitta mann og annan. Þannig að ég held að þetta er einhver útskýrið fyrir mér að þetta væri hugsanlega Birgit Bardot áhrifin af þessu. Það er að segja viðbrögð meilabúðarinnar eru miklu verri fyrir meilabúðuna heldur en að bara láta þetta yfir sig ganga. Birgit Bardot hafa einhvern tímann farið í svakalega herferð gegn einhverjum sem rægði hana og það sprakk allt upp í andlitið á henni. Og sama held ég með meðlabúðuna. Það við vitum öll að þar eru ekki ódýrustu vörurnar að fá, en við erum heldur ekki að sækja þangað til þess. Þannig að ég skil ekki afstöðum þeirra og hvort þeir mega banna fólki að koma inn í versluna. Jú, líklega þetta er líklega að geta staðið vegi fyrir því að fólk einstakt segjum sér svo að einhverju hefðu verið uppvísar af einhverju misjöfnu í versluninu, auðvitað með að þau meina þeim aðgangin. En mér finnst þetta skrítið að banna verðlagseftirlitið ASI að koma þarna inn og skanna þær vörur sem og líta á þetta sem einhvers konar árás á litla verslun í Vesturbænum finnst mér líka svona sérkennilegt. Þetta er bara hluti af því að hafa eftirlit með verði og þetta er náttúrulega eins og við vitum bara einn þáttur í ákvörðun okkar að fara út í verslun að hvar við verslum er verðið. Það eru gæði, það er úrval, það er þægindi og svo framvegis þannig að ég skil þetta ekki Nei, ég líti sjálfur á þess að búð og nota hana sjálfur bara sem gourmet búðið mitt. Maður er lengi þarna inni þegar maður ákveður að kaupa eitthvað og maður vandar sig í innkaupum og maður borgar fyrir það. En sko allar svona venjulegar dagvörur kaupir maður náttúrulega ekki því að ég get ekki sagt að það hefur komið mér á óvart að heyra það að þarna væru vörur margar að jafnaði 40% dýrari en í bónus eða þar sem það eru ódýrastar. En ég held einmitt eins og þú ert svolítið að segja að við litum ekki, að við flokkuðum ekki þessa búð neitt nálegt búð eins og bónus sko. Nei, Danir kalla svona verslanir sem eru svona litlar hverfisverslanir glömmebutík
eða gleymskubúðir, það sé að þú ferð þarna til þess að kaupa það sem þú gleymdir að kaupa eða það sem vantar þá stundina. Já. Þannig að þetta er ekki þannig að og það er kannski punkturinn sem verslunin er að reyna að gera, þetta er ekki sambarilegt og þau vil ekki vera að bera sig saman við hina verslunarindar, hvort að það sé sniðu strategía hjá meilabúðinni eða ekki. Ég get ekki sagt til, en mér finnst þetta svona óþarfi, finnst mér. En svo því sé haldið til haga þá er það líka mín skoðun að þarna er mjög mikil gæði að finna. Já, algjörlega. Bara bara sumta besta sko. Nákvæmlega, og það er það sem fólk sækist eftir. Þannig að það á ekkert að koma neinum og óvart eða vera eitthvað skrítið að það skuli verðlag vera hærra heldur en í lágvöruverslunum. Akkurat. En það voru gleðitíðindi sem að bárust í gær eða fyrradag. Áfríunar nefndum samkeppnismál. Hún stendur við ykkar hlið, ykkar í Neytendasamtökunum sem að hafið unnið mikla vinnu til þess að sína landsmönnum fram á glæpsamlegt samráð Eimskipa og Samskipa. Segðu okkur aðeins af því. Já, sem sagt áfrýjunarnefndin bara staðfesti úrskurð samkeppniseftirlitsins, sem náttúrulega það samkeppniseftirliti sem hefur verið að vinna þarna vinnuna sko, og í ára raðir að afla gagna og vinna úr þessu og á mikið hrós skilið fyrir gott starf fyrir okkur neytendur í því að ásamt allri annari vinnu sem eftirlitið hefur með höndum að hafa gert þessa og komið með þennan úrskurð og úrskurður áfrýjunarnefndin tekur undir með samkeppniseftirlitinu að þessi sekt sem var lögð á fyrirtæki, hún stendur. Flutningskostnaður í hafi hærri en hann. Já, hafi bara ólöglegt samráð flutningskostnað og skiptingu á markaði og svo framvegis. Og við Neytendasamtökin ásamt VR og félagi atvinnurekenda létum vinna skýrslu fyrir okkur og það sem framkom að tjón samfélagsins voru 63 milljarðar króna af þessu samráði. Og þetta sést líka sko að virk samkeppni þarfnast virks eftirlits og þess vegna og það verður að hafa eftirlit með samkeppninni því annars eru alltaf einhverjir sem leiðast út í svona gjörninga sem áfrýjunarnefndin var að staðfesta í gær. En þessu mál held ég hvergi nærri lokið. Þetta mun velkjast áfram í réttarkerfinu. Já, þessi félög munu nýta sér dómstólaleiðina. Já, ég býst við því. Ég held að Eimskip sem játaði sína sekt á sínum tíma og gerði sátt við samkeppniseftirlitið en Samskip væntanlega mun halda áfram sínu máli fyrir dómstólum. Þannig að við fáum kannski ekki endalega niðurstöðu þetta fyrir eftir 3 eða 5 ára eitthvað svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis, ég myndi giska á það. En þetta En þetta eru mjög sterk skilaboð. Þetta eru mjög sterk skilaboð og við síðast við vorum fyrir, held ég síðustu viku, þá ræddu við saman málaskrá Neytendasamtökum. Við erum með 22 mál sem við viljum að ríkisstjórnin beiti sér fyrir og eitt af þeim einmitt snýra þessu að við viljum að neytendum verði gert auðveldar að sækja bætur fyrir svona samkeppnislagabrot. Og þar er Evrópugerð sem er frá 2014 sem væri mjög einfalt að leiða í lög eða gera sambærileg lög hér sem einfölduðu neytendum að sækja bætur vegna þess slags brota. Og það myndi hafa til ég það sterkan fælingarmátt að við myndum sjá færri svona brot að fyrirtæki eða fyrirtækjar ger ekki neitt en stjórnendur fyrirtækja myndu ekki brjóta samkeppnislög vegna þessa fælingarmáttar sem í því felst. Eitt orðum vexti. Þeir voru lækkaðir 0,25% núna í vikunni. Við hefum nú viljað sjá meira, það ekki? Það er litlu verið vöggur fegin. Það er ennþá hvað 7,75. Þetta eru
Sko, ég tók þetta nú saman frá Trading Economics vefsíðunni. Þá eru við með 11. hæstu verðbólguna í Evrópu. Já, og stríðsráður lönd. Við erum með 5. hæstu stýrivexti. Já. Og við erum með 3. hæstu raunstýrivexti, það er vextir teknu til verðbólgu. Einungis Úkraína og Rússland eru með hærri raunstýrivexti heldur en Ísland. Þannig að það má eiginlega segja að við séum með stríðsvexti á Íslandi. Og við erum stríðshrjáð þjóð af vaksta og greið og öðru. Já, maður vill svona fara varlega reyndar í það að bera okkur saman við þær þjóðir sem eiga í raunverulegu stríð og þær hörmungar sem raunverulega ganga yfir fólk og fólk fólk drepið og engin leið en bera það saman, en við erum með svipaða raunstýrivexti og þessar þjóðir og það er skrítin staður að vera á. Það er og skrítið að fólk fagni því að við séum þar og þetta gagnast engum nema fjármagnseigendum sem geta fengið góðan ávöxt á sitt fé á meðan að við sem skuldum þurfum að greiða mun hærri vexti til fjármagnseigandana. En ekki það að við erum í mjög snúinni stöðu. Við erum í mörg þúsund íbúða skuld, þar að segja að það er svo mikill skortur á íbúðum hér á landi að leið og vextir lækka eitthvað, þá mun við fara að byggja meira og það mun skrúfa upp verðbólgu og það mun kalla á hærri stýrivexti. Við erum í einhverju föst í einhverju svona kafkaísku efnahagsundri, sko. Það sem við erum í skrúfstykki sem ég veit ekki hvernig við losum okkur út úr, sko. Og einn daginn þegar við vöknum þá höfum við breyst í bjöllu eins og Gregor í einna sögum Kafka. Ég ætla rétt að hún ekki, sko. En manni líður oft þannig að hamskiptið hafi átt sér stað. Já, og við séum í einhver svona ég líkti einhver tíman íslensku efnahagskerfi við rússíbanareið, sko, eða alkoholista hagkerfi. Við vitum, við þorum ekki að takast á við alkoholistan, við vitum og við vitum að hann mun brjóta og bramla allt í stofunni, sko. En samt býðum við eftir því og ætlum, sko, svo sannarlega að taka þátt í dansiballinu næst þegar að hann fer út að djama, sko. Svo erum við með dómstóla sem að vernda þessa geðveiki. Ég má tala bæði illa íslenskt efnahagslíf og dómstólana. Ég er ekki ráðherra, það kemur enginn og setur hóni við mig dómstólana. En varst ekki að tapa máli í dag? Jú, við vorum hjá Neytendasamtökunum, við erum í vaxtamálinu. Við teljum að vextir eða vaxta ákvarðanir bankana í málum eða lánum sem eru með breytilega vexti séu ólöglegir. Já. Og við fengum, og íslensku lögin byggja á Evróputilskipun og Evróputilskipunin tryggir ákveðin lágmarksrétt neytenda. Og við fórum með máli fyrir EFTA-dómstólinn. Það var héraðsdómur leitaði ráðleggingar þaðan og fekk ráðgefandi álit svo kallað, sem reyndar er dómur frá EFTA-dómstólum. Og EFTA-dómstóllinn var sammála okkur að bankandinn mætti ekki haga sér eins og þeir eru að haga sér. En héraðsdómur Reykjanes og fyrir nokkrum vikum síðan og nú héraðsdómur Reykjavíkur eru ósammála okkur og við munum náttúrulega áfrýja þessu og við erum búin að áfrýja hinum málinu og það verið tekið fyrir í maí í Hæstarétti en við sjáum enga aðra leið en að verði þetta niðurstaðan líka hjá Hæstarétti, þá þýðir það og það sem dómurinn er að segja núna í héraðsdómi, bæði í Reykjanesi og Reykjavík, er að tilskipunin hafi verið rangt
innleidd á Íslandi. Og það þýðir bara að í staðin fyrir að bankarnir séu ábyrgir og þurfa að borga tilbaka til neytenda, þá munum við þurfa að fara í mál við Íslenska ríkið og Íslenska ríkið vera skaðabótaskylt fyrir því tjóni sem það hefur valdið neytendum með því að innleiða ranglega þessa tilskipun. Og þetta, hjá þessu öllu hefði mátt komast ef að við værum búin að innleiða bókun 35 sem segir þá að þegar að lögin á Íslandi stangast á við eða veita minni rétt heldur en Evróputilskipunin tryggir okkur, þá eigi Evróputilskipunin að gilda. Og í þessu þá væri það þannig að ef að bókun 35 væri, þá ætti bara að líta á Evróputilskipunina sem tryggir neytendum ákveðin lágmarksréttindi og horfa fram hjá þessum íslensku lögum, þar sem ein aukasetning sem segir að þeim sé heimilt að segja dómnum, við erum reyndar ósamála því þessara túlkun á þessara aukasetningu en gott og vel, það væri ekkit það að ræða ef að bókun 35 væri búið samþykkjana og þess vegna er bara ríður á fyrir íslenska neytendur að bókun 35 verði samþykkt hið fyrsta. Þú ert ekki í miðflokknum? Ég er ekki í neinum flokki. Miðflokksmenn eru ekki sammála? Nei, en það er ekki til hagsbóta fyrir neytendur að vera það er til hagsbóta fyrir neytendur að samþykkja bókun 35. Já. Er það sigur þó að Hæstiréttur ætla að takast á við þessi mál? Er það sigur? Sko, þetta er náttúrulega bara réttar kerfið hjá okkur. Það er annars margt sem að þeir ákveða að Nei, þetta náttúrulega þetta er náttúrulega svo stórt mál. Þetta nær til 2.700 milljarða króna í 70.000 lánum sem eru útistandandi í hagkerfinu. Það er hlaut að fara svo. Og við teljum að bæturnar eða það sem neytendur ættu að fá tilbaka gætu numið frá 45 upp í 90 milljarða króna. Þannig að það er þetta mjög miklir og sterkir hagsmunir sem EFTA-dómstóllinn er búin að taka undir með að við eigum rétt á. En íslenski dómstólar núna í dag og undanfarið, það hefur sagt við skýtt með þessa skammstöðum í útlöndum. Við erum á Íslandi, við ætlum að líta allt öðruvísi á þetta. Og það er bara ekki á okkar mati, ekki boðlegt. En? Ef við má bæta við, það er bara þannig, virðist vera þannig að réttlætið sé ekki íslensku uppfinning, heldur þurfa að sækja það til EFTA-dómstólsins sem við gerðum og jafnvel þó að það sé tryggt og mjög skýrt hvernig EFTA-dómstóllinn sagði, og þetta var ótrúlega skýr dómur og eiginlega betri dómur heldur en við hefum getað að skrifa sjálf. Samt sem aður hunsa íslenskir dómstólar, héraðsdómarar þann úrskurði hjá EFTA-dómstólsins og kjósa að líta fram hjá honum, jafnvel þó að þeir eru beðið álit dómstólsins sjálfur. Vont var ranglætið en verra réttlætið. Þau orð koma í huga. Breki Karlsson, þakka þér kærlega fyrir. Þú ert búin að ræða við mig sigra og ósigra, bara svona eins og gengur í lífinu. Þetta er 2 skref áfram og 1 aftur á bak, það er bara þannig. Við höldum áfram. Við höldum áfram. Engi spurning. Takk fyrir komuna. Sömuleiðis, takk. Ég held við ætlum næst að kíkja í bíó, ekki fara langt, kæru áhorfendur. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, góða kvöldið og mér velkomin aftur á Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla að tala aðeins bíó. Hann er hjá mér hann Óli Hjörtur Ólafsson, rekstrarstjóri Bíó Paradís. Komdu sæl, Óli. Hæ, Laufey. Hæ. Hæ, hvað segirðu? Bara fínt, en þú? Fínt, takk. Heyrðu, ég rak augun í gær í að þeir eru með bíópartysýningu
á morgun, sem föstudag, með myndinni Friday. Passar. Já. Svo classic mynd og hún 30 ára í ár, svo mynd. Já, einmitt. Og þetta svona, hvað segir maður? Ég held bara satt að segja, þetta geggjum mynd, sko. Ég mati til að sá hana í Laugarnesbíó þegar ég var 17 ára með vinum mínum. Ég held samt að við myndum koma í dag, þá myndur ekki alveg vera svona, hún alveg mörkunum, sko, en hún ógeðslega fyndin og bara sjúklega skemmtileg og svona ógeðslega 90s og ef þú ert að fíla 90s hip-hop þá þetta algjörlega right up your alley, sko. Þú veist, ef þú ert Ice Cube fan, bara sjá hana. Já, einmitt, ég náttúrulega man eftir, ég ekki sérstakt Ice Cube fan en ég náttúrulega man eftir þessum tímabili. Ég meiri East Coast manneska, sko. Ok, ég svona flipamilli. Já, einmitt, já, ég enda líka, sko, en það hana mál. En ég man náttúrulega eftir þessari mynd og ég var einmitt þegar ég sá þetta og var ég einmitt að hugsa bara, ég velti fyrir mig hversu vel hún hefur elst. Já. Það eru örugglega svona einhverju vafasami brandarar og svona, er það ekki? Það eru kannski smá svona vafasami brandarar, sko, en ég held hún samt, sko, þú veist, ef þú ferðir hennar með þessu hugafæri að, þú veist, þetta var á þessum tíma, fattar hvað ég meina, og bara svona, þetta bara fyndið og saklaust sem hún skilurðu. En eins og ég segja, ef við myndum koma út í dag þá væri það svona, ég veit ekki alveg með þetta, en hún samt, sko, ógeðslega fyndin og hún með góðan tilgang. Já. Og og bara ógeðslega skemmtileg. Já, það eru náttúrulega klassíski frasar úr henni eins og Bye Felicia og svona. Já, Bye Felicia, hvað var ég? Hvað sagði eftir Chris Tucker? And you want this man? Vá, ég man það ekki. Við þurfum að koma, ég þarf að koma. Þú verður að gera það, sko. Og málið það líka, sko, að það smá auka happdrætti, ef við svo maður segja, á móti, þannig að þú veist, þú gætur unni mið á Farsætt, tónleikan í Gamla bíó. Já, sem eru hvenar? Sem 2008. Maí í Gamla bíó. Við erum í samstarfi við LV Live Project sem að flytja inn. Benny BRF, What Up? Og já, við munum gefa miða heppnum bíógestum. Þannig að einast að þið gera bara að kaupa miða á Friday og þú gæti kannski unni miða á Farsætt. Farsætt líka. Farsætt kom fyrir nokkrum árum síðan. Ég frétta því, ég frétta því bara gult. Já, ég nefnilega held að ég hef farið á þá tónleika. Ok, ég fór ekki. Marst hvað langt síðan? Það eru einhver ár síðan, kannski svona 10-15 ár getur það verið, já. Við þurfum að kanna þetta betur. Við þurfum að kanna þetta betur. En ég mann eftir því, sko. Það getur verið 15 ár síðan, sko, tíminn flýgur. Já, segðu, minnst ekki að það var grátandi. Já, en við erum alltaf jafn gorgeous, sko. Já, betur fyrir það. Heyrðu, segðu mér aðeins frá þessum þessum partysýningum. Já, við kallum partysýningum. Já, þau hafa verið í gangi í einhver ár, er það ekki? Þetta búið verið í gangi allavega löngar en ég byrjaði. Ég byrjaði 2022 og þetta búið verið bara frá því ég man eftir meir 10 ár held ég og það gengið bara ógeðslega vel og alltaf fáralega góð stemning og þetta meira svona hugsað svona eins og Svörtu sunnudagar sem Hugleikur Dagsson sérum Kjartans, það meira svona kaltmyndir og meira svona ég vil ekki segja nýs en meira bara svona fyrir svona kvikmynda áhuga og það kannski meira svona kaltmyndir og meðan sko partysýningarnar eru meira svona myndir sem vekja mann nostalgíu en eru svona vinsalar við spilum Mamma Mia oft sem dæmi og Grís og með allt á hreinu og það bara alltaf uppselt og það alltaf ógeðslega góð stemning sem myndir á þessu og einu sýningarnar í bíónu sem er hlið og það er ógeðslega gaman að sjá þetta Back to the Future sýndum mánudaginn alltaf trillt sko að því sko þannig að og líka bara ógeðslega góður hljómgjafum og bara í bíó, það er alltaf að sjá þetta í bíó með fólki en það er að vera heima og sér, þú veist, bara að stríma þetta skilur, það er alltaf að upplifa ég fæ alltaf svona skilur, persónulega ég hef nefnilega séð þetta auglýst en ég hef aldrei einhvern veginn komið mér á staðinn sko. Laufey? Já, er ekki komið tíma til Já, það er komið tíma mína Ég bara mæli með að allir mæta morgun og Friday, sérstaklega 90s börnin Já, 90s börnin sko, ég held að þetta verður alveg mjög mikið 90s börnum síðan er sko líka Two Topper á, þá er líka Let's DJ Fingerprint að spila smá undan myndinni Já, hann verður smá sett fyrir myndina, klukkan hvað er hún? Hún er klukkan 9 og hann byrjar eitthvað 8 litið Ok, þannig að þetta er svona smá stemningskvöld Já, stemningskvöld sko Já, einmitt En nú þeir eru með eitthvað fleira þeir eru náttúrulega alltaf með fullt af góðum myndum í Bíóparadís Er eitthvað sem þú mælir með svona sérstaklega? Mér langar að mæla með
sko, það er mynd sem er byrjað í dag sem frönsk, sem heitir Misericordia, sem æðisleg. Hún ég er bara búin að sjá, ég er ekki búin að sjá alla, en hún er ótrúlega sérstök og ótrúlega spennandi og sjálfsögur erum við að sína myndinu Know the Land eftir viku sem palestínsk heimildamynd sem vann Óskar núna. Og við erum með nokkra sýningar á henni og hún eins og gerir ekki fyrir þá er hún rosalega erfið en þetta er eina bestu heimildamyndin sem ég hafi minni séð sko. Hvenær verður hún Hún byrjar 30. og ég held að Ísland Palestína með okkur í þeirri sýningu ekki sem hafa eftir mig. Ég er smá svona ruggla núna, merkir í rétt og gæti í gangi alltaf. Ég held að sé þá en síðan verða 2-3 ár sýningar eftir það í næstu viku. Þannig að kringu 30. mars og miðasalinn er byrjuð og þetta er ótrúlega góð mynd sko. Já, við kannski bara fáum þig aftur til þess að koma eða ykkur til að koma og tala okkur í Palestínu. Alltaf til að koma. Já, við kannski köllum ykkur til svona reglulega. Þetta var bara svona smá byrjun. Ekkert mál. En má ég spyrja einu? Hver svona uppáhalds hip-hop artist þinn? Ég sé að þú ert í D'Angelo-bólunum. Er það D'Angelo? D'Angelo er náttúrulega indie sko. En veist að við getum setið hérna í allan dag við ættum að fara að byrja það upp. En ég er náttúrulega var úlingur ég var reyndar úlingur ég er fædd 74 sko. Ok. Og þannig að svona 90s er svona mitt mitt era, ég var náttúrulega plötusnúður í bjó í London lengi. Ok. Þannig að þannig að það er bara svona en ég er svona austurstrandar hip-hop. Já, Ískost, já. Okay, svo hef ég skrifaði ritgerðum konur í hip-hopi. Ok. Þannig að það er svona mitt svona áhugamál. Ok. En nú er þetta búið að snúast í viðtal við mig. Já, ég ákveða bara að snúa. En takk fyrir það. En ég man eftir Friday, ég náttúrulega sá hann á sínum tíma líka sko. Gekkja, það var bara endilega kíkið, bara þetta var óslega gaman. Já, og ég get líka laumað að þér kannski einhverjum óska Já, þú mátt alveg kvísla ég á mig. Já, við séum hvað við getum gert með það. Já, mæli sérstaklega með Wildstyle og Belly. Já, Belly. Já, hún var geggjuð. Belly, já, byrjunatriði, það var geggjað, já. Þetta er bara eiginlega eitt stórt tónlistvídeó. Já, ég veit það. Wildstyle hef ég því mér aldrei séð, en ég er alltaf búin að sjá hann í óslega langan tíma. Já, við tekum á henni, Óli, er það ekki? Geggjað, jú, absolutt. Heyrðu, Óli Hjörtur Ólafsson, rekstrarstjóri Bíóparadís. Þakka þér innilega fyrir komuna. Takk sem við bara verðum í sambandi. Takk fyrir löfi, takk alveg. Og við biðum ykkur að hingra aðeins því að það er meira handa við hlé. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Sælaftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Hulda Tolkes, sálfræðingur. Hvað er sæl? Hæ. Velkomin. Já, þú ert ekki alveg vunni að vera hérna megin við svona hátalaran, eða hvað heitir þetta? Mikrofóni. Já, mikrofóni, einmitt. Þú ert með þetta eigið podcast auðvitað og svona eigin manninum. Já. Og Hjónvarpið okkar. Hjónvarpið. Það er mjög romantist. Þetta ekki. Og síðan er ekkit romantist við þáttinn svo. Nei, efnistökin kannski ekki alveg romantísk. Nei. En þú er svona komin í kannski aðeins öðruvísi erindagjörðum í dag og það er svona, til þess að ræða þetta svona líðan barna og ég meina þetta er auðvitað mjög stórt topic og við erum að ræða þetta bara svona, daglega liggur við að börnum líði bara ekki nógu vel í samfélaginu og það sé eitthvað staðar og þú þú ert með ykkur á því, er það ekki? Já, ég er allavega með alls konar skoðanir sem að kannski byggja svolítið á því að bara á vinnunni minni og sem sálfræðingur, ég er ekki meðferða börn en meðferða fólk og vinn mikið með bara æsku fólks með því, þú veist, ég er að vinna með þeim úr áföllum og svoleiðis þannig að svona já, ég er með alls konar skoðanir á því hvað er gott fyrir börn og ekki og fólk er alveg ósammála alls konar svona hluti og það er alls konar skólar í þessu og það er bara allt í lagi, þú veist, en ég held við eigum það flest sameiginlegt sem erum svona eitthvað að tjá okkur þessi mál að við viljum auðvitað bara þeim líði vel og svo er bara mismunandi kannski líka
út frá kynslóðum, hvað hefur tíðkast og hvað hefur talist vera gott fyrir börn. En síðan börn líka alls konar og mismunandi, þannig að það rúmast alls konar í þessari umræðu. En já, ég veit ekki svona hvar ég á að byrja með allar þessar skoðanir. Nei, en þú þú sem meðferðaraðili meðallar fólk og það talar mikið einmitt einhver svona trámu úr æsku og er einhver svona samnefnari í allavega þeim sem þú hefur hitt? Sko, já, kannski byrja á því að segja að fólk einhvern veginn á samfélagið hefur oft álitið bara þegar við tölum áföll, tráma, að það sé einhvern veginn bara, það bara þegar þú verður fyrir ofbeldi, lendir í bílsleysi, lendir í, einhverjum erfiðleikum, við læknamistökum, einhverju svona, bara það tráma og það eitthvað svona sem allir sjá og það bara svona, þetta hræðilega kom fyrir, eða náttúruhamfarir, eitthvað þannig. En núna vitum við svolítið mikið meira og vísindin eru búin að sýna okkur svolítið mikið meira. Og tráma og áfall það í rauninni þegar, það ekki endilega það sem kemur fyrir, heldur hvað áhrif það sem gerðist hefur síðan á þig og bara sálarlífið þitt, hugmyndir þínar þig og heiminn, hversu öruggustaður heimurinn hvort fólk getur stað fyrir þig, allt þetta og svona samnefnarinn, mér finnst oft bara gott að fara svona algjörlega tilbaka í bara okkur sem spendýr. Samnefnarinn finnst mér vera bara skortur á öryggi, skortur á tengslum. Ef við finnum ekki fyrir öryggi og sérstaklega þegar við erum lítil börn. Það öðruvísi, það kannski skárra fyrir mig 38 ára að díla við það að vera svolítið órugg eða hrædd eða kvíðin heldur en til dæmis ef ég er 4-5 ára. Heimurinn blasir allt öðruvísi við mér, ég er miklu berskjaldari, taugakerfið mitt er allt öðruvísi heldur en núna. Þannig að það að vera öryggislaus eða tengslalaus sem barn mjög í rauninni hættulegt og ógnar lífi og svona bara lífsgæðum barns og ógnar líka líkum þess í rauninni að þú lifir af sem spendýr og þarna þarf ekki endilega að vera að foreldri beitiði ofbeldi eða eitthvað. Það getur líka bara verið tilfinningalega aftengt foreldri eða foreldri með óunin áföll sem að í rauninni fekk ekki tilfinningalega stuðningi sinni æsku og þá erum við að sjá þessi svona kynslóða áföll og berast niður af því að foreldrarnir sem hafa kannski ekki unnið úr þessu eða fengið tækifæri til þess sem við sjáum hjá eldri kynslóðum geta kannski ekki án þess að vinna með þessar hluti fært börnunum sínum í rauninni alla þá ást sem þau bera til barnsins síns. Að því að tráma þeirra rauninni að koma í veg fyrir að þau geti mætt börnunum eins og þau vilja geta mætt þeim en þau fara að mæta þeim eins og þeim var mætt. Og það er að tala að þessi kynslóð því að ungmenna sem er núna mikið rætt í samfélaginu, það virðast vera alls konar vandamál, það eru þetta kvíðavandamál og svo eru ofbeldisvandamál og svona smá glæpir ýmsir sem að einhvern veginn virðast loða við hann hóp og það er oft talað einmitt þetta tengslalýsi að þau hafa einhvern veginn orðið eftir að þá okkar kynslóð, mín og þín að við höfum svolítið gleymt okkur í að mennta okkur og hangi símanum og hugsa okkur sjálf fyrst og fremst og kannski ekki þá beint börnin eða er þetta eitthvað svona sem að þú ert sammála? Mér finnst í rauninni ég held náttúrulega í allir þessum umræðu, ég setja líka fyrirvarna á að ég held að og svona til mig vita að allavega næstu því allir foreldrar elska börnin sín, og það hefur alltaf verið þannig og við elskum afkvæmin okkar en síðan ekkert endilega gefið að við getum sýnt þeim einmitt nákvæmlega alla þessa ást eins og við viljum koma henni til skila en ég held að okkar kynslóð sé og yngri kynslóðir sem eru kannski líka eignast börn núna sé aðeins upplýstari þetta en það er auðvitað allur gangur á því og ég held að hlutinni breytist ekki bara sjálfkrafa með kynslóðum en ég held að það sé bara, það er alltaf eitthvað í hverju kynslóð sem er kannski ekki hjálplegt og við erum alltaf að læra aðeins meira og meira en það er svo stutt síðan við í rauninni vissum ekki neitt tengsl og bara heilaþroska barna og hvað börn þurfa að það eru bara 2 kynslóðir síðan eða eitthvað fólk var bara að lifa af einhverjum moldakofum og bara mikið tráma fólk var í rauninni alltaf að detta í survival mode aftur og aftur bara berjast fyrir lífi sínu berjast fyrir því að hafa mat
að bara það sé ekki hérna frost inn í kofanum, þú veist, allt þetta sem segir okkur bara að þú veist, þegar við erum að lifa af þá kannski ekki mikið rými fyrir það að vera ígæða stundum í ró, að í rauninni hjálpa börnunum að finna ró í sínu taugakerfi að því að foreldrarnir voru kannski ekkert endilega færir að róa sitt eigið taugakerfi. Þannig að mér finnst það aðeins að vera að koma núna, við vitum aðeins meira hvað börn þurfa, en við erum auðvitað, og ég meina við erum aldrei upp af kynslóð þar sem að til dæmis var bara eðlilegt að láta börn gráta til þess að svefnþjálfa þau. Þú veist, það eitt og sér er bara traumatist. Og ef við hugsum nú verður það kannski einhver brjáluð, en ef við hugsum önnur spendýr, kísmömmu, hundamömmu og hvolpurðin tístir eða vælir, það er bara eðlast í heimi að fara þangað. Og þá er ég ekki að sko skamma það, þú veist, seima foreldra sem hafa gert þetta í góðri trú. Í góðri trú, verður þess að samfélagið okkar hefur síðan líka þarna þessi áhrif, þú veist, að það er alls konar markaðsöfl og alls konar þessu kapitalismi, bara, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að byrja, það sem við verðum að segja bara, þú veist, þetta þarf að vera svona, þetta er gott, þetta er kærleikur og ást, svona sýnir barninu þínu ást, þú veist, það er alveg hægt að hjálpa barninu með svefn á alls konar aðra vegu, við vitum það núna, en þetta var einhvern veginn bara einmitt í góðri trú, bara jú, þú veist, bara gott fyrir lungun, bara gráta smá, svo lærir hún bara róa sig sjálf eitthvað, og þannig er kannski tala um bara 3, 4, 5, 6 mánaða gömul börn. Ég man eftir einni vinkonu sem átti unga barn og þetta var svona, fyrsta barn og hún var svolítið svona og átti barnsföður sem var svolítið svona alveg upp í sveit, átti gamla mömmu og þau reyndu þetta einmitt með barnið sitt sem að grét stöðugt og það stoppaði ekki og þetta var þannig að hún þurfti að fara út á kvöldin af því að þetta var svo mikið tráma fyrir hana en svo þetta kemur hana sem betur fyrir einhvers konar ráðgjafi inn í að því að barnið þetta sopnaði ekki og svona leiðbeinir þeim að þetta sé nú kannski ekki alveg leiðin og það lagaði sem betur fyrir en situr í henni, veit ég alveg svakalega. Margir foreldrar eru með sár yfir þessu, bara svona sár í hjartanu sínu, þú veist, bara, og með samviskubit og þú veist, það er mikilvægt líka bara að við sýnum okkur sjálfsmildi í því að við erum alltaf að reyna að gera okkar besta hverju sinni og svo tíðkast eitthvað í samfélaginu, þú veist, bara já, þetta er var talið gott á einhverjum tíma að senda bara í einhverja heimavist þegar 5 ára, eða eitthvað, þú veist, og þá bara talið vera gott, þú veist, og svo bara að við getum líka, kannski líka bara tekið umræðina við börnin okkar þegar þau hafa þroska til, ef það er eitthvað svona sem liggur á okkur, ég og strák sem er að vera 14 ára og hann þegar, ég er bara hann er stjúpsonum minn mitt fyrsta barn og þú veist, þegar hann var lítill þá hélt ég einhvern veginn bara, hann á bara svolítið að sofa í sínu einu herbyggi, þú veist, en ég er alltaf að fylgja honum aftur og aftur inn, þú veist, núna veit ég miklu betur, þú veist, hvað hann þurfti, hann var að koma og það var innsæði hans að segja, herru, ég þarf öryggi, núna myndi ég bara kontiskan, hlustum á innsæði, treystum innsæðinu, þú veist, börnir bara með brjálæðslega flott innsæði, þau veit þetta bara, hvað þau þurfa og biðjum það og þannig að ég gæti líka bara rætt við hann bara fyrir gefðu, þú veist, ég hefði viljað gera betur, ég vissi ekki betur, ég held að þetta væri, þú veist, mér var einhvern veginn sagt það, að þetta var bara best fyrir þig og ég held ég var að gera það, en mér langaði bara að segja þér, þú veist, að og það getur líka heila sár, þú veist, að bæði að taka svona einhvern veginn sjálfsmildi á sjálfan sig og þau. Já, og þetta er í rauninni engum svo sem að kenna. Nei. En það er einhvern veginn vantar kannski einhver hjálpatæki fyrir börn til þess að mynda betri tengsl og foreldra við börnin sín og börnin öfugt og kannski umhverju sitt og þú ert að hana spil? Já. Ég sem sagt ákvað síðasta haust, mér náttúrulega finnst alltaf mikil streita í samfélaginu okkar, ég held að við finnum það bara flest. Og kannski stundum kemur streitan hjá mér í svona algjörnum bylgjum að því að þú veist að við erum í einhverjum aktivisma eða eitthvað þá kemur það kemur kommentarkerfið og einhverju svona öldur af alls konar en ég sem sagt ákvað síðasta haust bara meðvitað að taka mér hlé frá þannig aktivisma og samfélagsmiðlum miðlunum mínum í einhver tíma og sem endaði sem mánuður ég veit að það er ekki langur tími en það gerði samtala helling fyrir mig og svona þá gæti ég líka bara hlusta hans á líkama minn bara hvað þarftu, hvað er að gerast innra með þér þú ert alltaf í streitu, þú veist bara þurfum að hægja á og þarna eiginlega bara var ég ekki að einhvern veginn í flæðinu að þú veist setja eitthvað út á samfélagsmiðla, fá eitthvað reaksjón bregðast aftur við, gera eitthvað, setja eitthvað fræðslu heldur bara hlusta á hvað er gerast innra með mér og fór að mæta
í jóga nýdra og hugleiðslu og eitthvað svona og hugsa svona aðeins betur um mig og þá eiginlega bara kviknaði þessi hugmynd að búa til spil fyrir börn og þá foreldra eða fullorðið fólk í þeirra lífi eða þá fullorðið fólk og einhver börn í þeirra lífi þurfi ekki að vera börnin þeirra, getur verið frængur eða frændur eða eitthvað svona til þess að í rauninni sem að veita okkur svona bara tækifæri og boð að tala til dæmis tilfinningar til dæmis það sko og gefa okkur tækifæri til þess að fræðast sko hvað gerist þegar við hugsa eitthvað við hlökkum til að gera eitthvað eða eitthvað þannig, hvað gerist í líkamannum okkar að kenna þeim og tala það við þau þannig að það verði bara eðlilegu partur af sko því hvernig við tölum saman og bara hvað finnur í líkamannu þínum oft þetta bara mér illt í maðanum bara ok, hvað þá að gerast bara auka náttúrulega bæði hjá krökkunum en við þurfum þetta líka að hlusta á af því að líkamann okkar líka oft bara hann oft bara öskra okkur segja okkur, við borðum eitthvað og fáum alltaf illt í maðan eða við erum alltaf með einhverju vöðbólgu hausverk eitthvað og það svo oft sem að líkamann bara að segja hennar hlusta mér líður svona og bara að geta setið hans með því talað hans það spilið það snýst svolítið einmitt bara tengsl við líkamann sinn finna tilfinningarnar í líkamannum og þá að tala til dæmis bara til dæmis bara rifjaðu upp hverjar þú gerir góðverk fyrir vini eða vinkonu hvernig lætur það þig líði líkamannum og hvar finnur þú fyrir þakklæti eða ást hvað finnur í líkamannum þegar þú hugsar einhvern sem elskar þig eða varandi stolt hugrekki, alls konar svona og sumt svona meira hvað getur maður sagt, svona hressara svona meiri leikur í og annað svona meira einhvern veginn til þess að róa taugakerfi, öndunaræfingar og svoleiðis og það náttúrulega þannig að þú myndir spila spil með krökkum, núna en síðan aftur eftir 2 vikur, þá getur þú fengið alltaf niðurstöðu, þetta 90 spil og þú myndir draga aftur saman spilið 2 vikur setna, þá rifir kannski bara upp eitthvað annað dæmi úr þínu lífi eða þú setja höndina á hjarta á magan, hverju tekur eftir ég er svolítið svona stress í maganum eða þyrildi í maganum og við tölum aðeins það en þarna hugsa ég líka foreldri sem hefur aldrei litið inn á við og skoða sína eigin tilfinningar það gæti alveg verið pínu krefjandi fyrir foreldri að fara þarna með barni en þá bara kannski ennþá mikilvægara þú veist. Já, ég mynda mér svona, þú veist, einmitt eins og svona dæmigerða pappa sem að bara ég meina pappa okkar kynslóðar sem voru svona duglegir kallar, svona klettar en þú veist það svona draup ekki beint að þeim einhvern veginn en þessir kallar hefur nú til dæmis óbúslega gott að því að spila svona spil. Já, og þeir geta líka alveg lært helling af, þú veist, börnin eru líka, þau bara þau eru ógeðslega klár í þessu og mörg bara ófeimin við að bara eitthvað, segja bara einhvern veginn það sem þeim dettur í hug og eru svo dásamleg eins og þetta, og þú tala um þessa pappa sem eru svona einmitt kynslóð pappa okkar þú veist, reyndar ég bara ótrúlega lánsum og ég var alveg upp við að það var alltaf sagt ég elska þig og eitthvað svona, en ég veit þú veist, pappa og reyndar mömmur, ömmur og afa þar sem að þetta var aldrei sagt sem að fara í algjör að kleinu þegar barnabörnin eru bara ég elska þið svo mikið þá bara, já, elskan sömu leiðis bara fyrir allt í með og svona aðeins bráðun og smá og alveg svona, einmitt ég veit það. Þetta er auðvitað mjög mikilvægt og þetta er kannski svona undirstaðan einmitt að því að okkur líður betur sem samfélagi en núna erum við til dæmis með ákveðu úlingavandamál og ég hef svolítið veltið fyrir mér sko hvort þetta sé meira núna eða hvort þetta sé bara sama úlingavandamál og hefur alltaf verið en við fáum bara einhvern veginn að heyra meira af því hefur einhverja tilfinningu fyrir því? Sko, ég held eins og segir að það hafa alltaf verið vandamál, þau hafa náttúrulega litið bara ólíkt út en einmitt, við náttúrulega fáum allar fréttir bara beint í æð núna og á samfélagsmeilum og allt þetta það er allt bara, við vitum leið af öllu sem gerist það var náttúrulega líka hræðilegt úlingaofbeldi bara in the 90s og áður, þú veist að en það var alltaf svona hverfiskelfir já, algjörlega og þú veist, mann þorði ekki að milli hverfa vegna þess að það var eitthvað svona rígur og bara slagsmál þannig að það spurning hvort það sé annars eðlis og eða eitthvað þannig eða ég hreinlega veit það ekki og kannski geti afbrotafræðingur vitað, þú veist, hvort þetta einhvern veginn allt annað dæmi en sko ég held að
það sem og ég sá að mér sé bara áðan, ég var að lesa einhverju fréttir og það var að tala þú veist, ofbeldi sem að með 10-11 ára börn var að beita. Þetta fullorðinsvandamál. Þetta ekki barnavandamál. Þú veist, að við erum að halda þetta þessi börn og athuga hvað skortir hjá þeim. Þú veist, og þarna þurfum við að skoða alla stóru myndina, sko. Við erum líka að skoða bara hvernig heima, þetta einstætt foreldri, fátækt, þú veist, neysla, áfallasaga, þú veist, það hægt að hjálpa, en það líka bara spurning, eru fjármunir settir í það til þess að styðja við þessi börn? Það einhver þörf þarna, þau bara vakna ekki í daginn og byrja að beita ofbeldi. Að það einhver saga og það ofta líka bara merki löngu áður, það rosa skrítið út bara með mannskju, bara barn sem bara einhvern veginn, þú veist, hefur aldrei sýnt af sér neitt sem bara fremur allt í alvarlegan glæp. Það er aðdragandi og það eitthvað í sögunni hjá barninu og líðaninni, þú veist, það þjáning hjá barninu og það fullorðins vandamál. Við höfum rætt svona málefni fanga til dæmis bara í þessu sammenningi þá og margir þeirra tala einmitt þetta svona einhvern veginn tengslaleysi. Það var annarkvort var mamma eða pabbi voru mikið í vinnunni og syndu sér mikið ein eða neysla eða mikil fátækt einmitt eða bara eitthvað skona blanda þessu öllu saman og þessi tilfinningum að passa ekki inn og búa sér þá til eitthvað svona sérstöðu innan hóps sem þá að brjóta af sér. Já. Og það getur líka verið þessi varna viðbragð, enginn getur sært mig. Ég bara, þú veist, að drottna yfir, þú veist, og því meira sem þú ert stóri kallinn sem blæsti upp og enginn getur særti. Þú ert lítill strákurinn í hjartanuðinu sem að fékkst ekki það sem þú þurftir, þegar þú varst á þessum viðkvæma tíma. Þú veist, þannig að þarna, og ég held einmitt bara það sem mér finnst skrítið bara mér sem sálfræðingi, finnst mér skrítið að það sé ekki bara í rauninni fjármagnað af ríkinu að bara allir fangar fá að áfalla aðstoð skoða fortíðina sína meðferðnar eru til staðar, sérfræðingarnar eru til staðar það vantar ekki sálfræðinga það vantar ekki þekkinguna og þarna, þú veist eins og þú ert að segja, þarna þetta svona að vera einhvern veginn upplifa sig út undan og einhvern veginn kannski ekki séðan og einan og þetta, ég tala í kallkyna því að meirhluti fanga eru kallar þannig að það líka þegar við fæðumst bara inn innan heim bara á deginum sem við erum fætt þá heilin okkar og tökkerfið bara þetta allt svo ótrúlega viðkvæmt, ótrúlega berskjaldað og bara við erum afkvæmi okkar mannana eru bara svona viðkvæmasta afkvæmi spendýra á jörðinu. Við erum svo ótrúlega viðkvæm svo lengi. Við hristum okkur ekki bara og förum að labba. Það tekur okkur bara marga mánuði. Þú veist að byrja að borða, byrja að labba og svo erum við háð foreldrum okkur svo lengi. En þarna eru við svo háð því að foreldrar okkar sjá okkur og viðurkenna okkur eins og við erum. Og bara þannig að við eigum mesta möguleika á að lifa af, þannig að við höfum svo miklu þörf fyrir þetta samþykki og vera séð og vera elskuð eins og við erum. Síðan kannski ertu með foreldri sem rosa miklu fátækt, rosa miklu streitu, getur ekki verið á staðnum eða kannski að díla við sin eigin áföll eða kannski fara í hugróf þar sem að einhvern veginn bara foreldri tilfellingur ekki á staðnum í það miklu streitu að taugakerfið bara, þú veist, það næri ekki að róa sig, þú veist, því að lítil börn þurfa í svo mörg ár fullorðið taugakerfi til þess að róa sitt taugakerfi til þess að finna, ég er örugg hérna allt í lagi aftur og heimilið þarf náttúrulega að vera þannig staður að þau koma heim og það bara, hérna einhvern veginn verið ég þú veist, bráðna bara aðeins svona og bara, hérna eru foreldrar mínir hérna í lagi ef það ekki það bara svolítið hættulegt fyrir þessi börn, því að þau þurfa allt þetta og sumir segja svona, já, börn er svo þrautsegja og þau þola svo margt og svona, já, en þau ætti nefnilega ekki að þurfa að þola svona margt og fara út fyrir þolmörkin sín og þau ætti ekki að þurfa að vera að styðja sig sjálf. Nei. Þú veist, það bara, einmitt, börn sem þurfa kannski að styðja sig sjálf og reiða sig bara á sig og geta þá kannski mjög erfitt með að mynda tengsl líka sem fullorðin og kannski þau eignast börn. Þannig að þetta svona viðhalda einhverju munstri. Algjörlega. Þannig að við þurfum að grípa inn í og ég myndi halda á þess að hafa lesið eina einustu rannsókn varðandi fanga og áföll. Ég myndi halda að það væri yfir 90% fanga með áfallsögu. Já,
Ég held að ég fekk nú afstöðu hérna til mér einhvern veginn þau töluðu einhverja svoleiðis tölu. Það er svona gríðaleg og það er svona, hún hefur lítið verið skoðuð hér á landi en aðeins og þá sérstaklega bara af afstöðu og því góða fólk sem með þeim vinnur sem eru mitt sálfræðinga, geðlæknar og alls konar fólk. Og það er þetta með áföllin og áföllin þurfa einmitt eins og segir þau þurfa ekki að vera þessi svona risastóru bíómynda áföll áfalli getur einmitt verið bara að þú veist einu sinni þá týndist ég og leiðir út í búð og var pingur hræddur það var enginn þess að hugga mig og þú veist eitthvað sem svona byggir utan sig eitthvað og þetta sem þú ert að lýsa það er ekki til að hugga mig það, þú veist, að börn lendi í einhverju einmitt, það getur alveg verið í rauninni í lagi ef það er einhver sem grípur þau. Þú veist, börn, við getum ekki einmitt venda þau fyrir öllum sársauka, þau muni einmitt kannski bara eitthvað tínast í búðinu og vera ógeðslega hrædd, en þá bara við hvern gastu talað þetta, til hvers gastu leita, gastu hlaupið í fangið á einhverjum og þegar fólk segir nei, þú veist, þá er maður bara, þú veist, þarna varstu out of resources, þarna þurftiru fullorðin og börn þurfa, það er ekkert barn sem getur sagt bara, ég þarf engan. Þú veist, maður bara, jú, þú þarft einhvern mjög, mjög lengi, úlingar líka þú veist, það þurfa sér tengsl, þurfa að vera séð þurfa að andliti ljómi þegar þau lappa inn þú veist, og bara hæ, gaman að sjá þig þú veist, ég sé þig, ég viðurkenni þig ég held með þér þú veist, þannig að það er alveg margt sem við getum gert sem fullorðin til þess að vera að efla þessi tengsl við börnin okkar, en á sama tíma vil ég ekki vera einhvern veginn sálfræðingurinn sem er að segja bara foreldra þurfa bara að gera betur að því að samfélagi það líka styðja við foreldra svo að þeim sé gert kleift að gera betur og kannski eins og þau vilja þú veist En hvernig svona spilið þitt, hvernig tekur það á til dæmis þessu? Geti það gefið barni sem að fyndi fyrir tengsla leysi heima? Eitthvað svona tækifæri til þess að ræða þetta við kannski eitthvað sem það tristir í skólanum eða eitthvað svona læra að finna mannesku til þess að trista? Það er alveg spurning og ég hef alveg hugsað, þú veist, hvort að námsráðgjafi geti notað þetta, þú veist, til þess að líka bara sem kannski svona smá ísbrjót þú veist, til þess að tala það má alltaf segja pass og draga nýtt og kannski farið bara allt öðru í spil næst og eitthvað svona, þetta getur verið bara veittir tækifæri til þess að tala svona hluti og þú getur alveg ráðið bæði fullorðna fólki og börnin hversu mikið á dýptina við förum þú veist, bara finna eitthvað sem hlakka til að gera, þú veist, það gæti alveg verið bara eitthvað að hitta einmitt, pappa þegar hann kemur úr fangelsi eða fara til Akureyrar ég veit það ekki borða ís og eftir einmitt, það getur verið allur skalinn og við getum alveg stýrt í svolítið en það er svona, óski mín er einhvern veginn að fullorðnir taki þetta dálítið og geti notað þetta til þess að hjálpa sér líka það eru líka margir fullorðnir sem fara pínu í kleinu og meira sér líka á okkar kynslóð þegar börnin eru bara eitthvað svona að einmitt talum til dæmis koma heim úr skólanum bara, þú veist, Sigga var, þú veist, skilja mig út undan í dag og ég var alein og þú veist, eitthvað svona og fóreldrar alltaf bara eitthvað, þú veist, það triggerar oft okkur, það triggerar oft okkar æsku eitthvað og þá eru oft ekki, hún var nú bara rugglast eða, hún varst ekki bara síðan að gera eitthvað gaman þú veist, bara siti í þessum tilfinningum með þeim og bara eitthvað, og hvernig leið þér þá? Og sína samkennd, alla samkennd í heiminum þú veist, við höfum fyrir kynslóðar hafa verið svona herða þau reyna að herða þau, en þau þurfa það ekki þú veist, þau þurfa þessa mýkt, þau þurfa endalausa mýkt og þegar fólk er að tala með þessi bómull, já, þau þurfa þessa bómull en þau þurfa líka alveg að spreita sig svona, en algjörlega innan er henni viðeigandi þroska og aldurs þú veist, en bara já, við þurfum að skoða okkar eigin tilfinningar og tryggara og hvernig við erum oft í svona einhverjum eitrari ákvæðni, einhverjum poljónuleik sem var áður fyrr bjargráð sem fólk þurfti að nota því að hafa ekki neitt annað núna, og það sem að ég líka svolítið svona reyna að kalla fram með spilunum veist, er ég að hvetja bæði foreldra alltaf aðlega foreldra til þess að gera það með börnunum sínum sitja með tilfinningunum margt fullur fólk á bara rosa erfitt með það bara hvað, ég vil það ekki og ég segi kannski skjólstengar minn, hvar finnur þið fyrir þessi líkamannum og fólk líka svona mér finnst, ekki hvað þér finnst hvað finnur í líkamannu þínu tengjumst líkamannu þínum, það er ótrúlega mikilvægt þannig að bara að vera forvitin og hvernig leiðir þegar Sigga var
var að skilja það út undan, ég var útrúlega einmana og mér fannst það svo leitt og bara, ég skil það svo vel. Búa til pláss og kenna þannig börnunum bara, það í lagi að finna þessa tilfinningu. Þú veist, einmana, þú veist, svo leið. Ég samþykkið með þessum tilfinningum. Ég samþykkið með reiðinni þinni. Þú veist, okkar kynslóð svolítið að díla við það að ef þú varst reið, þá varst ekki samþykkt og jafnvel ekki elskuð og jafnvel neitað tengsl. Og bara, þú veist, ef þú veist frek. Far bara inn til, freki dósið. Þetta verður svona frek. Já, þannig að síðan stjórn fullorðin kona, ert á vinnustað, þarf að setja mörk og þá fyrir taukerfið bara hætt að vera svona frek, hætt að vera svona, þú mátt ekki vera svona ákveðin, þér verður hafnað. Þú veist, þannig að samþykja börn með öllum tilfinningunum sínum og kenna þeim á og við þurfum samtímis að taka okkur í gegn. Já. Þú veist, bara já, einmitt, þú veist, þetta í lagi, þau geta lært að, svona talaðum að regulera eða róa taugakerfið sitt þegar þeim er kenta aftur og þau fá þetta fang og hjálp við það. Þú veist, þá læra þau að gera það á heilbrigðan hátt í staðan fyrir að í rauninni distrakta sig, þú veist, bara reyna, þú veist, gera eitthvað annað, breyta ástandinu með, þú veist, bíta á jaxlinn. Já, bíta á jaxlinn, aftengja sig, nota áfengi, önnur vímuefni, þú veist, til þess að díla við svo miklar tilfinningar, þú veist, það er svo mikil sársauki eða eitthvað, þú vilt þannig að deyfa þig eða fara alveg út úr þessum veruleika, þú veist, því þú finnur til, þú veist, þannig að það er líka, og það er alveg efni í aðra umræðu, bara, þú veist, af hverju fólk vill eða grípur í þetta bjargráð. Þetta þarf að tala kvíða og kvíða unglingstúlkna mikið og ég meina þær eru kvíðnari nú heldur en okkur sinni. Ég veit svo sem ekki hvernig það helst í hendur hvort að við séum bara að greina það í auknari mæli og fylgjast betur með því eða hvort að séu bara með meiri kvíða yfir og fleiri hluti einhvern veginn að kvíða yfir en heldur að þetta sé bara einhvers konar afleiðing af þessu tengslaleysi? Ég held að það sé algjörlega hluti af því og ég held líka bara streita og kröfur og líka bara að vera kona alin upp í samfélagi eins og okkar þar sem þú sko einmitt sérstaklega þegar þú stelpa og ég meni þetta bitnar alltaf líka á strákum og köllum bara öðruvísi, vanandi tilfinningar og allt þetta með ekki gráta og allt það en ég held að það sé líka bara pressan á, þú veist, þú verður að vera svona, þú verður að standa þig vel, þú veist, þá ertu elskuð og þá ertu samþykkt og einmitt ekki vera reið og ekki vera svona en stundum held ég að kvíðinn þeirra sé kannski líka alls konar annað, þú veist, streita, pressa, þú veist, aðrar tilfinningar, þú veist. Já, sem að það er bara einhvern veginn kunni ekki orða. Já, bara ég er bara stressuð, þú veist, og það er bara, veist, og það er, við erum kannski heldur ekkert að kenna þeim að hæja á, að staldra við, sitja með þessar tilfinningu, hvað er að gerast út kvíðinn? Hvenær finnur við fyrir svona miklum kvíða? Þú veist, að því að við erum líki í samfélagi alltaf að vera að fixa allt. En kvíðinn, þú veist, það er svo vel hægt að læra á hann, samþykjan sem hlut af okkur. Þú veist, alltaf, ég fæ alltaf svona rautt flagg þegar ég sé einhver umfyllun að, þú veist, viltu losna við kvíða? Bara nei. Þú vilt ekki losna við kvíða. Þú sem spendýr getur ekki losna við kvíða. Það er bara ein tilfinning, það er bara varnað við bara í taugakerfinu. Það er allt í lagi. En svo er spurning, sko, hvað er að gerast og hver er túlkunin þín á aðstæðum? Til dæmis eins og þú ert að fara í próf og þú bara kastar upp af kvíða. Þar undir er bara, ég þarf að standa með, ef ég stend mig ekki verið mamma reið, ef ég stend mig ekki verið, þú veist, þetta gerist og hitt gerist og það er ógn. Það er einhver upplifið ógn. Þú veist, þú bara að skoða það, sitja með tilfinningunum, lærum þær, samþykja þær, þá er það ekki jafn hættulegar. En svo er alveg spurning, þú veist, af hverju fá börn ekki þessa fræðslu það bara, hvað getur gert þegar þú ert svona kvíðin? Þú veist, hvað er, af því að það er alls konar hægt að gera, þú veist. Og þú ert með spil með þér? Já, ég er með pröfustokk. Pröfustokk, já. Þú ert að safna fyrir útgáfinni? Já. Á Karolínufund, þú kannski segir okkur aðeins frá því. Já, ég sé að þegar ég ákvað að gera þetta í haust þá hafði ég samband við hana Unni Arendrup teiknara og baða hann að teikna þessi 6 dýr fyrir mig sem að kenna okkur svona alls konar mismunandi hluti svona sem að eru alveg ótrúlega vinaleg og krútleg og hún teiknar þetta og svo og ég ákvað bara svona að byrja þar og sjá bara hvert
ég var ekkert endilega búin að ákveða hvernig ég ætlaði að gera þetta og ég ætlaði að fara í þessa hópfjármögnun en ég ákvað ég vildi láta prenta þetta á Íslandi sem alveg kostnaðarsamt þannig að ég ákvað að prófa að gera þetta svona á Karolína Fund núna eru 6 dagar búnir og ég komið 34%. Flott. Já, 61 manneskja búin að styrkja að heita á verkefnið áðan og það náttúrulega þannig eins og þú veist, já, með Karolínu Fund að í rauninni fólk ekki að greiða neitt nema þetta takist, þú veist, þannig að ég er ótrúlega þakklátt einmitt fyrir fólki sem til í að einhvern veginn veit þessa hvatningu og finnst þetta mikilvægt, vil vera með en svo er líka allt í lagi ef þetta hefnast ekki, þá finnur þetta bara einhvern annan farveg þannig að ég held að þetta sé einmitt svona eitthvað sem að nú get ég náttúrulega bara að tala sem móðir þetta er eitthvað svona sem að hefði komið sér óbúslega vel fyrir mig þegar ég var 20 með lítið barn. Já, hvernig átt að vita Já, og svo var ég, þú veist, ekki það ég og mjög góða mömmu og pappa sem að hafa hjálpað mér mikið en ég var svo stolt gagvart þeim að það var svo erfitt fyrir mig að spyrja sko. Að þú veist að það var svo annað eitthvað einmitt, þannig að það var svona ýmsir núansar en þetta hefði verið rosa fínt fyrir okkur örglega mig, mömmu og pappa að spila með barninu mínu á sínum tíma. Já, og bara aðtöða mitt hvað kemur og það getur, ég er búin að prófa þetta eins með 7 ára dóttur minni og vinkonu hennar og þetta er náttúrulega bara krútlegast í heimi hvað þau segja, þú veist eins og bara hver myndi sakna þín að þú farir í langt ferðalag, það er ótrúlega áhugavert að sjá hvað þau segja og líka hjá hvað manneski finnur fyrir öryggi, hvar finnst þið þú fyrir örygg, þú veist, og líka þau ná að setja orð á þessa hluti og sko þú veist, líka bara fyrir framtíðina þegar þau fara kannski að díla við öðruvísi hluti eins og fólk sem er að koma til sálfræðings, þú veist, í dag ég sé alveg mun af fólki að það hefur aldrei talað tilfinningarna sína áður það er stundum bara ótrúlega hrætt við það eðlilega, þú veist og hrætt við að finna tilfinningarnar veist, en fólk sem er svona, já, þú veist ég er búin að tala um þetta og ég var áður farið til sálfræðings eða bara svona að tala um þetta heimi hjá mér eða eitthvað, þá var maður svona, ok það er forskot þú veist, þannig að þetta sé bara venjulegt tala með mitt hvað gerist í líkamannu þínum þegar þú ert búin að gráta já, ég finn ég svona róleg, svolítið þreytt ok, en hvernig leiðir líkamannu áður þú varst að gráta og svona spenna hér og svona vont hér þú veist, ok, og bara taka samtal og fræðsluna að því að líka fullorðið fólk þó að sé ekki búið að fara til sálfræðings eða í áfall að vinna eitthvað, það veit líka alveg helling þú veist Það er rétt. Og hvar er hægt að finna þig og styrkja þig? Já, takk. Það er á þriðja.is eða inn á Karolína Fund heimasíðinu og þá er þetta að finna verkefnið og Og spila heitir? Vinaskógur. Vinaskógur? Já. Þannig að ég bara vona að þetta verða veruleika og þetta verða eitthvað meira ævintýri. Já, ég vona það. Ég veit alveg mig grunar að þetta verði svona eitthvað sem að foreldrar eru eftir að grípa með feginshendi, margir hverjir. Já. Og ég sé það alveg fyrir mér að þetta eftir að koma sér vel á mörgum heimilum. Ég vona og það er líka hægt að taka þetta með ferðalög og bílinn og svona því að það er ekkit annað heldur en stokkurinn. Og fyrir systkini? Já, ég veit það. Algjörlega. Þannig að ég bara vona að þetta geti búið til líka fallegar samverustundir og það þarf ekki að vera þú ert ekki bundin að spila í klukkutíma þú veist ekki spila í 10 mínútur eða hálftíma eða eitthvað þannig að vonandi markmiðið var að setja eitthvað fallegt út í heiminn og deila því með öðrum hvað er mikilvægt að hlusta og tengjast líkamann sínum öðrum og bara rækti sér tengsl með því að taka eftir, tala saman horfst í augu, allt þetta Akkurat, Hulda Tolkes takk kærlega fyrir að koma og tala þessi mikilvægu mál. Við erum búin að fara hér við að völl. En þetta tengist allt þessum fyrstu árum æfinni. Og svona áföllum og hvernig við vinnum úr þeim. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir. Og tók ég við það er meira hér handan en vilja. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Já, komiði sæl aftur. Við ætlum að ræða menningarmál, ansi merkilegan listviðburð sem framundan er helgina, öllu heldur á laugardag.
Hingað eru komin 3 góðir gestir að rauðaborðinu. Tryggvi M. Baldvinsson, tónskáld, velkomin. Magnús Ragnarsson, þú ert kór- og hljómsveitarstjóri og Hallveig Rúnarsdóttir söngkona, það er nú óþarft að kynna ykkur. En við ætlum hér að ræða næstu mínútur tónverk sem kallast Heimsljós og þú berð ábyrgð á því, Tryggvi. Já, að hluta. Að hluta. Já, Magnús pantaði það hérna árið 2008, þannig að hann á líka þátt í þessu saman. Það var bara eitt símtal, sko. Það var eitt símtal. Það var mjög skemmtileg símtal, sko. Við erum að tala um Heimsljós Halldórs Laxness. Já, þetta er, sko, ég ætla nú samt að bara byrja strax að segja, sko, þetta er ekki verk sem sagt það sem saga Ólafs Kárasonar er rakin eða neitt. Þetta ég bara raun og veru að nota texta úr bókinni. Já. Óbundið mál og sem hafa bara heillað mig í gegnum tíðina og fá þarna mynda svona eina heild sem ég hef kallað sálumessu. Já. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því, bæði er þetta svona bókin dálítið byggð upp eins og þessir 3 þættir, stóru svona megin þættir sálumessunar, ákall, uppgjör og hvað heitir það náttur? Nú man ég það ekki. Er það svona sátt? Já, það er hérna, já, sátt. Það kemur til mín orðið. Já. En þannig að, og svona þegar að, það var líka kannski það að þegar ég var búinn að svona, hvað að segja, komast að því að sálumessan hentaði mér, þá maður komið með form, sko, þá maður komið með eitthvað til að byggja inn í og utan á. Þannig að það hérna, hjálpaði mér mikið. Mér varst þetta gaman, sko, þegar við frumflyttum þetta 2010 og svo fluttum við aftur 2016. Hvað margir tónleikagestir, sko, tengdu svo við bókina. Það var svo gaman að heyra það, sko, að þetta eru svona bara klefsur hingað þangað, sko, en náttúrulega uppahaldi hjá mörgum, þetta er rosalega merkileg bók, sko. En það var gaman að heyra hvað þið hérna, já, bara einhvern veginn upplifðu bókina aftur, sko. Og það stendur sem sagt til að flytja þetta hvar á laugardaginn? Hún ætlaði að flytja þetta í Langholtskirkju. Í Langholtskirkju. Klukkan 4 á laugardaginn. Já. Þetta er sem sagt, hérna, þegar kórinn var söngsveitin Fílamónia, sem ég stjórna, var 50, þá sá við 2 árum áður okkur langar að gera eitthvað og best að hérna panta kórverk. Já, þannig byrjar þetta. Já. Og við fórum yfir tónskálda listan og ég sagði mér langar að tala við Tryggva. Og við höfum svo sem ekkert unnið neitt sérstaklega, ég lærði hjá Tryggva, sko, á sínu tíma, var hérna í tónfræði og þannig, sko. Hljómfræði. Já. Og hérna, og var búin að fylgjast með náttúrulega verkunum og heirt svona ímyndilegt sem að hann hafi sami og það er spennandi, þannig að ég hringdi í Tryggva 2008 og þetta var mjög ánæguleg símtálfjörg á báða sem ég sagði, nú langar mér bara að panta hjá þér verk, þú fær bara frjálsar hendur fyrir kór og einsöngur á svona cirka 30 manna hljómsveit. Og svo man ég að Tryggvi varði megni af tímanum bara að hugsa þetta, sko, hvað hann ætlaði að gera, sko. Og myndist á þetta að þetta verks eftir sem var samútrúið textum eftir Mark Twain sem hefði flutt námsáriðinum, sko, í Vínarborg, sko. Það sem var svona svipuð uppbygging, sko. Já, það er verk sem heitir bara held ég Mark Twain Suite eftir bandarískt tónskáld Levi sem fæstir þekkja. Ég hafði sungið þetta verk í skólakórnum út í Vín og það einhvern veginn hreif mig svo þessi bara að það væri hægt að búa til tónlist við óbundið mál og hún hljómaði bara ágætlega. Texti er náttúrulega alveg ótrúlegur og þetta er eitthvað það fallasta sem að Laxness skrifaði eru suma þessum kvótum úr verkinu sem að Tryggvi til dæmis notar eins og þessi lýsing á jöklinum eru þetta bara alveg ótrúlega magnaði texti og að því þú varst að nefna þetta Magnús með tengingunum við bókina því mér finnst þetta alveg einstaklega skemmtilegt að vera beðin að fá að vera með núna í þessu verkefni vegna þess að þessi bók hefur alltaf átt rosalega sterkan
part í mér. Ég var svona Laxness-frík þegar ég var krakki, ég var mjög furðulegu krakki. Bara að lesa Laxness eitthvað þegar ég var bara eitthvað, skildi ekki neitt, bara 9, 10, 11, 12 ára. Og Heimsljós las ég einmitt þegar ég kannski verið 11, 12 ára og mér fannst hún dásamleg, mér fannst hún samt rosalega sorgleg, ég grét rosa mikið alltaf þegar ég var að lesa í henni. En svo þegar ég er í 9. bekk, sem er núna 10. bekkur, þá fór ég í svona starfskynningu, eins og mann var búið svona starfskynningar á síðasta árin í grunnskóla og þá fór ég í Borgarleikhúsið þegar það var nýopnað og þá fylgdist ég með og var að væflast þarna í heila viku í kringum þegar þeir voru einmitt að setja upp Ljós heimsins og sem er einmitt Ólafur ljósvíkingur, þannig að sú tenging var einhvern veginn ennþá sterkari. Þannig að þetta, mér þótti rosalega vænt að vera beðin að taka þátt í þessu núna. Þetta er magnað, sko, nú var Heimsljós upphaflega skrifað ef ég mann rétt í 4 hlutum og kemur út í 4 bókum. Það er ekki fyrir en, 50 eitthvað sem að þetta kemur út sem heildstætt verk. Semur þú þá verkið í mörgum köflum og bækur Laxness voru fyrst eða? Nei, það er ég var nú einmitt að bara svona renna yfir gögnin mín frá því 2010 bara og sé að ég ætlaði að hafa kaflana 8 en svo urðu þeir 6 og ég man núna orðið, það er sem sagt ákall uppgjör og friðþæging og má alveg skipta þessu í þrjá hluta í raun og veru 1., 2., 3. og 4. og svo 5. og 7. svona sem eru þessir skiptast í þessa 3 hluta og eins og ég segið ég fer fram og tilbaka í ég er raun og veru bara að eltast við fegurð textans frekar en einhverja sögu í sjálfu sér. Og var ekki líka dálítið verk eftir Brahms sem að Þýska Salómessan dálítið líka svona... Jú, það var einu tímabili þegar ég var að velta fyrir mig hvað ég ætlaði að gera og einmitt að koma með þessa Salómessu hugmynd og myndaði þetta eftir þessu stórkostlega verki eftir Jóhannes Brahms og fór einmitt að skoða hvort að ég geti verið að safna saman textum íslenskra skálda líkt og er gert þarna eða Brahmsgerði en það var af svo miklu að taka og ég hafði bara 2 ár en svo endan það var bara nóg að lesa Laxness það var bara þetta er svona þetta er kannski eins og þegar ég og konu mín förum að versla föt ég passi í buxurnar og þá kaupi ég þar og þá er þetta búið konu mín fer hins vegar í nokkar margar búður svona aðeins að tekka en ég kannski við þetta En hvort finnst þér sjálfum Heimsljós vera meira í dúr eða mól? Það er nú hún er auðvitað ég get ekki svarað þessu hún er auðvitað það er svona ákveðin harmur og það er ákveðin ást eða bara, það er bara mikil harmur það er mikil ást og það er mikil auðmygt og ég veit ekki, er það dúr eða mól? Hún er, það er samt ótrúlega bjart yfir bókinni. Þessi fegurð, þrá eftir fegurð. Það er svo mikið fegurð. Þannig að við skulum segja hún sitt úr. Fegurðin mun ríkja ein. Nákvæmlega, það er lokaorðin í bókinni. En varstu einhver leyti bundin að formi sem einkennir allar sálumessur? Nei, ég vil ekki kannski að segja ég hafi svona eins og stundum gerist að maður er með eitthvað svona form og svo þegar maður er komin eitthvað áleiðis þá fer maður að svona sjá hvort að hvað passar saman. Ég var ekkit svona beinlínis að horfa á en það eru þættir í sálumessu, þessari latnesku sálumessu eru býsna margir og hafa gengið í gegnum ýmsar breytingar í tónlistarsögunni þannig að það var kannski þessi svona ég fann einmitt ég flettiði upp að ég var búinn að setja introitus á upphafskaflan og Kyrie á annan kaflan og eitthvað svona og 5. og 7. eru
hvað er náttúrulega Lacrimósa og In Paradísum þarna í lokin og Dies Irae kannski þriðja já, Dies Irae þriðja kaflinn, Offertorium fjórða kaflinn það er svona en svo eru margir aðrir kaflar til sko, sem í latnesku messunni sem eru ekki koma að mála neitt við. Það er að henda einu Pía Jésu að nekkur starri. Leifa sópranum að syngja það. Já, það er en eins og ég sagði, ég var að pæli, sko, ég sé að því, einmitt ég var að segja ég var að kíkja á gögnum mínu, þá sé ég líka, sko, ég samdi þetta líka dálítið svona praktískum ástæðum, bara ef mér skildi ekki auðnast tími, sko, þá hef ég samið fyrsta og annan, þriðja og sjötta kaflan, og svo fjórða og fimmta seinna, sko, eða síðasta, því að með því að klára sjötta kaflan, þá var ég alveg örugglega búinn, sko. Það hefði getað, þessi fjórir hefði getað staðið bara sér. Það er svo gaman nefnilega þegar við tókum þetta fyrst, sko, af því að eins og einhver korfélag var að segja daginn að söngum þetta þá fengum þetta svona í bútum, sko, svona einn kafla í einu, sko, og svona og svo var það svona átt þessu verkinu enginn þekkt þetta fyrir og læra þetta, sko. Og svo þegar þetta kom saman með hljómsveit og einsöngurum, sko, þá alveg korfélagarnir alveg gæla fyrir þessu og hljóðfærarleikararnir líka. Og svo hefur þetta, svo er búin að flytja alveg rosalega margt ekki enn í tíðina, þetta er absolutt bara miklu uppáhaldi hjá korfélagum, sko. Og svo er meira að segja núna, þegar maður taka þetta aftur, ef við tókum þetta síðast fyrir 9 ára, þá er samt einhverju nýjir núna. Og alltaf þegar maður byrja að æfa saman bara, en svo núna bara þegar allt er komið saman, síðustu æfingunum með píanónum og svo núna þegar hljómsveit og þeir þessir frábæru einsöngur að bætast við, þá bara alveg við vorum að æfa núna á þriðjudagskvöldið og eins sagði bara, á ég svo bara að fara heim, á ég að fara að sofa eftir þetta er alveg bara upptjúnaður, sko. Þarna kannski komin ástæða fyrir því að ég ligg alltaf í rúmunu fram eftir alltaf búin að þetta er æfingar til 10 kvöldin, en ég vildi segja, sko, að því að ég kom nú á tónleikana 2010, man eftir því, en það er náttúrulega orðið ansi langt síðan, þannig að ég var kannski mundi ekki mikla díteila, en ég var fyrir mjög miklum hughrifum, en að vera þarna þriðjudaginn og sitja þarna við sitjum inn í miðjuri pródúsjóninni, hljómsveitina fyrir framan okkur og kórinn fyrir aftan og við erum hérna í miðjunni og ég bara, sko, ég sagði við Tryggva, ég sagði ég verður að koma með flensu helgina því að ég er með svo mikla gæsahúð og mér er bara svo kallt af því þetta var bara þannig að ég fekk bara svona rað gæsahúð bara þegar, sko, ég var ekki að syngja, sko, af því ég var auðvitað bara einhvern veginn búin að vera bara með minn bút einhvern veginn að læra hann og svona, þú veist, og jú, ég var með einhverju upptöku en maður vill ekki hlusta of mikið á upptökur af verkum þó maður sé með þær vegna þess að maður vill auðvitað bara gera þetta sínu. Þannig að ég var svona kannski búin að hlusta kannski tvisvar eitthvað svoleiðis, svolítið bara svona einu sinni í gegn og svo svolítið svona bara mína búta bara þess að aðeins heyra hvað var í gangi undir, en þetta var alveg magnað að setja þarna svo æfingu þetta var ótrúlegt, sko. Þú ert að tala um töfra, Hallveig. Þetta voru töfrar og ég fór bara beint heim og skrifa á Facebook og sagði bara allir þetta að kaupa miða strax og það væri bara ekkert annað í boði, þetta væri svo flott. Við vorum með alveg frábæra einsöngara, þetta var frumflutt, sko, og stórkostlegir, sko, svo er svo gaman að fá nýtt blóð núna, sko, og það er og svo Eggert sem tenor, sko, og alveg dásanlegt að hlusta á ykkur. Sem sagt, sólóistinir eru tveir, þú og Eggert Reginn Kjartansson. Hann komst í miður ekki dag með okkur. Já, er þetta að syngja þetta, er þetta tæknilega snúið? Þetta er bara frekar kræfindi, já, það er ekki hægt að neita því. En þetta er ekki mjög mikið, ekki fyrir mig, það er aðeins meira, af því að tenorinn er alltaf kannski svolítið að syngja fyrir ljósauking. Þannig að sópranin hefur ekki alveg uppstjórn, jú, þetta er ansi, en það þarf líka að hafa fyrir hlutinu með að vera almennlegir, sko. Ég meina held að nú er ég búin að vinna mjög mikið með Magnúsi gegnum tíðina og eitt af mest gefandi sem við höfum gert saman var Verdi-rekviem og svo reyndar líka Þýska sálmessan. En það var líka því að það var svo gefandi að því að þetta eru átök. Og sálumessa á að vera átök finnst mér, sko, en eins og í Brahms þá fæ ég raunverulega engan átakakafla, en ég fæ bara eitt kafla í því sem er einmitt svona móður og hugga barnið sitt, sko. En Verdi-rekviem þar fæ ég nóg að gera og eins í þessu, þetta er rosalega flott. Stór hljómsveit og þau þurfa að
ná í gegnum allt saman og þau gera það gjörsamlega. Það var alveg aðeinslegt núna að þriðjudaginn að heyra fylla kirkjuna á hljómsýnum sko. Þegar við átti. En er ekki líka áhugavert fyrir þig þetta tækifæri af því að mannskepnan er aldrei stöð. Við erum alltaf á hreyfingu. Við þróumst frá degi til dags og frá ári til árs og það hlýtur eiga við ykkur tónlistarfólkið ekki síst. Er ekki áhugavert fyrir þig að spreita þig af því þú hefur breyst síðan síðast? Jú, ég meðist alveg stórkursett að fá að taka svona hluti aftur sko og með svona nokkra ára millibili sko og það sem ég gerum líka þegar ég er með stundum hérna korona mín að ef við erum að taka eitthvað flóki verk eins og við gerum núna í byrjun febrúar þar sem megni voru að syngja þetta fyrst skiptið með þessu eftir sýsnarska tónskvöldi Frank Martin og þá ákvæði bara, við ætlum að taka þetta aftur eftir svona hálft ár eða ár sko. Og þá bara leifa bara þess að þroskast meðal flytjenda, söngvarana og flytjenda og hjá mér líka sko. Og það er alveg bæði fyrst mér áhugavert að taka svona verk aftur að stundum kemur óvart hvað ég er oft sammálið sem ég gerði síðast og svo er eitthvað svona, svo er aðeins að breyta þarna að taka aðeins annar hraða eða aðeins öðruvísi nálgun sko. Og það er vissulega alveg bara æðislegt sko. Og það er alltaf að koma ferskur að þessu og sjá bara alla möguleikana sko. Ekki taka neitt sem gefnu sko. Maður ekki fara eitthvað autopilot sko. Eru til hljóðritanir frá þessum fyrri? Tónleikaupptökur sko. Já, við eigum svona prívat bara frá 2010. Já, það er ekkert komið út en við ætlum nú að stefnum að því að reyna að koma þessu á svona streymisveiturnar einhvern tímann. Erum að taka upp tónleikana og æfingarnar líka núna til þess að líka þá eiga búta ef eitthvað kemur upp á. Að þú varst að tala um endurtekningar þá er þetta líka fyrir mig sem tónskáld það er í raun og veru bara dálítið merkilegt að sko fá verk flutt oftar en einu sinni og hvað þá svona stórt þetta er 100 manns held ég örglega, rúmlega það kannski sem koma að þessu og það er ekkert ég get ekki beðið meira Nei, þetta er sannkallað stórvirki. Það var bara svo vel hefnast ekki og svo ánægilegt að hafa þetta litla frumkvæði að þessu. Áttur ykkur svona góðan persónulegan tíma í lífiðinu 2008 til 2010 þegar þú varst að skrifa þetta? Já, allavega, þú veist, ég finn það líka, það bara er, sko, það eru fleiri svona tónverk sem ég hef gengið með í maganum, sko, þú veist, í mörg ár, þú veist, og svo kannski, svo kemur eitthvað tækifæri til þess að koma hugmyndunum á framfæri og þá allt í einu, þá verða til talið góð stykki, sko. Ég verða að viðurkenna það. Þá einhvern veginn svona hefur það, þá er maður með talið skýra mynd, svona einhvern án þess maður viti af því, sko. Það er bara einhvern veginn þegar maður byrjaður þá finnur maður bara, já, ég veit alveg hvað ég er að fara að gera núna, sko. Því að stundum þegar maður hefur stokkið í einhver verk, þá svona bara setur maður undir sig hausinn og reynir að rissa upp eitthvað skipulag og eitthvað koma sér á stað en svona þetta verk var til dæmis eitthvað sem ég var búin að ganga með maganum í sko, já, frá sko 1991 eða 2 sko þegar ég var í söngrætta þarna í skólakórnum. Varst þú líka að lesa Laxness sem ungu drengur eins og Hallveig var að lýsa? Já, ég var alveg las Laxness heimslu sörgla svona 17-18 ára og þetta mjög bara djúpt snortinn af þeirri bók. Núna fór ég alltaf að rifja þetta upp og ég fann ekki einu svona bók eða sko ekki bókina sem ég vann upp úr sko þetta verk því að það var nú bara svona kilja svona svo ég geti nú krotaði í hana en það er alveg ansi langt síðan ég las heimsljós síðast sko en hún hefur farið nokkur sinnum Ég ætlum að hafa svo núna í upphafi tónleika það verið smá svona kynning frá henni Sigþrúði Gunnarsdóttur og Davíð Hördal Stefánsson alltaf hans fjalla verið smá kynningar fyrir tónleikakerstaður en byrjum sko. Og svo var með þess að núna smá bókaklúbur í kórnum sko, að lesa heimsljós sko. Og það hefur í hvert skipti allir eitthvað að lesa sko, í bókinni sko. Sniðut okkur að vera með svona bókmyndafræðinga bara langa banari. Það er ásynlegt að vera í kór sko, það sem allir bara læknar og rafvirkjar og bara veit ekki hvað sko, bókmyndafræðingar. Ef ég mann rétt þá vaknaði Halldór Laxness snemma
og skrifaði einkum árdegis, tók göngutúr og skrifaði svo aðeins lengur en hann var mikill reglumaður í sínum skriftum. Er þú reglumaður þegar þú semur tónverk, vinnurðu, gengur í þetta bara á sama tíma sólarhrings eða fylgir þið innblæstrinum og verður hamhleypa og sefur ekki dögum saman þegar andinn er yfir þér? Alls ekki, bara ekki séns. Ég reyndar þú veist, þetta er dálítið erfitt alltaf hjá mér en að því að ég veit hann bróður minn Sveinbjörn, hann er handritshöfundur og hann getur sagt ég ætla að fara inn að skrifa í 3 tíma og þá fer hann inn og skrifar í 3 tíma og skilar 3 tíma verki. Ef ég ætla að vinna í 3 klukktíma þá þarf ég að vera sitja við skrifborðið mitt og við píanó og eitthvað svona í örglega 8 tíma. Ég bara, hausinn á mig fer alltaf eitthvað annað eða eitthvað, þetta er stundum svona, en svo dettum maður stundum bara í gýrin og þá og það er bara eins og með íþróttir þá er þetta rosalega og hljóðfærileik og eitthvað svona, það er svo mikilvægt að semja eitthvað á hverjum degi. Því þá er maður bara í fasa og maður þarf ekki alltaf einhvern veginn að rifja upp allt sem maður gerði skrifaði fyrir viku síðan eða eitthvað svoleiðis en bara alltaf að koma verkinu á hverjum einasta degi og það er það sem maður þarf að gera ef maður ætlar að gera eitthvað svona stórt Hvað með þætti eins og birtu, veðurfar, skiptir þetta einhverju máli? Nei, ekki fyrir mig. Ég hef margoft reynt að fara í göngutúra og reyna eitthvað að semja á meðan. Ég bara, nei, hann er fugl. En það er mjög gott og gaman að lappa úti. Ég geri það nú oft bara til þess að vera ekki allan daginn inn í herbyggi. En þetta lítur að vera því að orðið krefjandi hefur komið fyrir þig, Magnús, þetta lítur að vera mjög krefjandi að þú ert þannig þú þarft að vera með hausinn allstaðar og ert að fá allt út úr þér núna þetta bara liggur vel fyrir mér ég verð voða lítið stress en það er bara þegar kemur að tónleiku þá er parturinn minn auðveldastur miklu erfiðara fyrir einsöngarana og jáfnvel fyrir tónskáld að sitja út í sala bara, nei, ekki svona eitthvað þetta, eða hljóðfæralegarana en fyrir mér, þá er þetta bara allt komið saman. Ég verð miklu stressaður ef ég er að spila til að mynda einleika píano eða orgel eða eitthvað, þá bara fer ég að titra, En svo er svo mikið kostu líka að vera kórstjóri því það ert að æfa þetta í nokkra vikur eða mánuði, og þá bara fer þetta alveg að sitja inn, þannig að maður kann alveg verkefni rosalega vel þegar það kemur að. Svo þarf að læra alltaf hljóðfærapartan og allt það og gísurlega margt svona flókir sem kemur saman en að einhverjum aðstöðum þá bara finnst mér þetta þægilegt að stjórna en við finnum það líka alveg sem eru með þér vegna það er alltaf tilhörnarefni að vinna með Magnúsi vegna það er bara, maður einmitt finnur þetta það er ekkert stress, sama hvað við erum að gera og einhvern veginn það er bara þú veist, það liggur svo rosalega og þú ert svo gefandi sem stjórnandi þannig að það er svo óbúðslega ánægilegt og svo náttúrulega svo músikalskar en allt þannig að þú veist, það er svo óbúðslega ánægilegt alltaf og okkar samstarf alltaf í gegnum tíðina búið að vera alveg dásamlegt Ég hef búin að vinna mjög vel ofta að vinna með Hallu og við erum búin að vinna nokkur sinnum núna með Eggert, hann er líka alveg frábær, já, akkurat Ég ætla líka að fá að ausa á hróskálinu og segja að þið eruð öll náttúrulega með stórkostlega náðargáfu sem hefur verið frábært fyrir mig að fá að njóta og takk fyrir ykkar framtak og ég er mjög spenntur vegna þessa flutningsum helgina en má ég spyrja þig kannski Hallveig, svona þegar líður að lokum þessa samtals okkar hvernig þú ferð að því að búa þig undir flutning þegar hvort sem ræðir svona gig eða önnur gig, hvernig er svona rútínan þín síðustu klukkustundina áður áður en ég fer að syngja ég er einn af þessum söngur sem ég nenni ekki vera að stressa mig of mikið á hlutunum ég er svolítið heppin líka eins og Magnús með það ég verð sjaldan stressuð og ég held að það komi bara til að því að ég er búin að vera að syngja fyrir fólk síðan ég er bara smábarn 5 ára gömul eitthvað svoleiðis og þá býr maður að því að vera með þessa reynslu ég svona reynir bara ég fer nú alltaf að fara í hár og smink þetta nú verður svolítið sætt fyrir ykkur og svo fer ég yfirleitt eitthvað annarkvort að synda að labba svolítið eftir veðrinu aðeins að reynsa hugan það er samt ennþá mikilvægur ef ég þarf að vera að syngja eitthvað sem er utan að það því að
að því að ég get farið í göngutúr eða sérstaklega að synda, að maður hefur ekkert annað að gera þegar maður er að synda og þá er ég að fara við texta en ég þarf nú ekki að vera með neitt utan að núna þó ég reynda að sé búin að læra þetta utan að en ég ætla nú að vera með nóturnar samt það múr að fara já, aðeins eitthvað svona smá hreyfingu koma skröknum í gang og ég get ekki borða neitt rosa mikið, kannski borða svona banana kannski og eitthvað svona smá í hádeginu og svo bara býður það fram yfir tónleika já, bara þetta er bara yndislegt sko. Ertu með einhverja sérstakar ráðstafanir til þess að minnka sem mest líkurnar á að þú fái kvef og eitthvað skaður? Já, það er náttúrulega, ég geti verið marga klukkutíma að tala um það sko. En það eru aðferðir til dæmis, það er mjög mikilvægt að skóla. Ef ég byrja að fá kvef eða eitthvað sumarpestir getur maður náttúrulega bara ekkert stoppað. Það er bara þannig. En þú veist, ef maður er svona aðeins að byrja að fá kvef eða eitthvað þá getur maður að skóla með saltvatni sem sett í gegnum nefið. Ef maður reynir að gera það kannski 3-4 sinnum yfir daginn þessar svona fyrstu daga svo er ég með að það er til eitthvað svona spray sem maður getur sett í hálsinn sem maður stoppar það svona, setur svona slikju yfir hálsinn og stoppar bakteríurnar að því að festast í hálsinum þannig að þá getur maður stundum þó maður sem er neukvæð þá kannski fær maður ekki hálsbólgu Það var eitthvað talað um eitthvað fiskiensím Jú, þetta er eitthvað svona fiskiensíms já, ég man ekki hvað heitir Ég hef heyrt líka marga sögur líka bara frá söngurum hvað það geta gert sko, það er til sprautur og þetta ekki bara til að bara redda sér sko, Svo ef maður lendir í alvörun í vandræðum þá náttúrulega eru til bjargráð sem að geta að hjálpa manni á síðustu stundu sem að bara, maður vill samt ekki vera að nota náttúrulega nema bara í algjöru neyð svona sterar og svoleiðis En svo hefur maður heyrt líka sko að söngvarar kunni og geti sungið yfir kvef ég er reyndar get sungið yfir nánast hvað sem er það er svolítið þannig Ég man eftir söngvarar þegar ég flutti heim 2006 var með einn söngvara og jólatónleikar hringdi mig á morgnin dags bara eins og bara Don Corleone bara hann var svo rám sko viðkomandi ég bara, hvað er minn góður og svo söng ég svo engill kvöldi sko bara, veit ekki hvað gerist í millideginni sko Nei, eins og ég segi ég hef farið að svið með influensa 40 hitta og bara, þá var það bara sterar og parkadín og bara svo svið það er ekkert að stoppa, það sjómast góðan sko Þetta er alveg sérstök manngerð á brjáluðu fólki. Það var einhver könnun gerð á svona álægi sko, eftir starfstjættum. Og sérst, leikarar og klassíski söngvarar þau skoruðu sérst rosalega hátt þarna á þessum skala. Bara, þú veist, af því að þetta er mitt show must go on. Þú getur ekkert annað en bara mætt í vinnuna. Nei. Þú veist, maður er unni með fólki sem bara var að missa foreldri bara sama dag og sýning. Þú veit, og þetta er bara rosalegt. Því að það er bara meir en að segja til dæmis að stoppa óperusýningu þar sem er kannski 120 manns á sviði. Og búið að selja fullan sal. Heldur betur. Ég vonaði fyrirgefið mér að ég hef leitt umræðan og þessa braut í lokin en þetta finnst mér mjög áhugavert og ég hugsa að hlustendum og áhörundu finnst það líka því að það er svo margt það er bara svo einmitt, eins og þú segir sjálf það þarf svo margt að ganga upp og fólk fórnar svo rosalega miklu til þess að það geti gengið upp. Heldur betur. Sko. En nú þarf ég að finna tré eitthvað staðar banka. Svo ég fari nú ekki að fá þetta kvef sem við erum búin að vera að tala um. Akkurat, annars verður bara að lögsækja mig fyrir að jinxa einhverju. Já, söngvarar eru náttúrulega hjátrúfullir en allt. Jú, Má ég þá ekki óska ykkur góðs gengis á laugardaginn eða ertu það hjátrúfull? Já, þú mátt segja bara brjóttu fót. Já, brjótið bara alla þá fætur sem þið getið fundið. Og kæra þakkir fyrir að koma hingað í að mér fannst mjög skemmtilegt og áhugavert spjall og einhverju miðar en þá lausir á þessa sálum. Já, ég vona að fara að seljast upp en Er það á Tix? Ég segja með líka með sko, það er svo miðasalan gerist oft svo seint sko og þetta er mér finnst voða gaman að halda svona tónleika þetta reynir á þessar áhyggjur á
mætingu, svo reddast hún alltaf endanum sko. Þetta dýrt dæmi en við viljum endilega ekki missa af þessu og þetta alltaf verið mjög góð stemning þegar við flyttið áður sko. Þið eru alveg búin að selja mér að þetta stórvirki. En þetta ekki líka, þetta eitthvað, það afmæli hjá þér, eða ekki? Jú, það var bara svona, ég verði 60 ára árinu. Og Við erum jafnaldrar. Já, sko. Mér finnst bara allir vinnir að Tryggva og mæti afmæli. Ágúst, já, ég á afmæli í apríl. Þannig að nei, ég var bara svona þetta, maður fer svona að hugsa hvað maður á að gera og eitthvað svona, svo var alltaf sko, það blundaði alltaf í mér þetta að þyrfti að taka hana upp heimsljósið og þannig að það svona allt í einu fór ég bara svona ég ætti kannski að gera það en svo gýr ég nokkað meira en það alveg örglega sko, meira frá mér í haust sko. Engin leið að hætta? Nei. Ég held upp á stóramæli í haust, það var rosalega gaman. Það var stóra tónleika í Norðurljósum. Hvaða stóramæli áttið þú áttið? Ég var 50 í fyrra. Út bara krakki með okkur? Já, heldur betur. Nei. Ég var 50 í lok apríl sko, líka með tónleika. Þannig að dunda mig við að segja mig eitthvað sko. Og mér fyrst í mitt að tala um þetta með Laxness og svona, mér finnst það svo, það hjálpa mér sko, heyra þessa rútinu sem hafa með á Róald Dahl líka, bara fór í skúr, bara yttaði 7 blýant og svo bara samdan sko. Og framan af þá bara beði allt þannig að andinn kom yfir mig, hún hefur svona, nú ætla bara að setja og semja, bara samt hvað gerir sko. Já, það þarf að gera það. Já, einmitt. Og eins og einhver sagði líka sko, það var eitt sem var að dagra, Erik Whittaker sem var að dagra við kvikmyndatónlið sko. Nú var eitthvað að vinna með Hans Zimmer og hann skrifa eitthvað og hætti með eitthvað hugmynd og svo og svo sagði hann sem bara akkur þetta henda fyrstu hugmyndinu þegar fimmta hugmyndinu, akkur hendur fimmtu hugmyndinu þegar fyrstu hugmyndinu er alveg slæm sko, bara haldið bara áfram með hana sko, hann stundum bara að halda áfram með semja sko. Reyndar sko, ég held að það hafi nú verið sko Hindemið tónskáldið sem hafði sagt sko að tónsmíðar væru 5% andagift og 95% vinna og svo reyndar það besta við þetta samt að Atli Heimir sagði sko þegar ég fór með þessa línu fyrir hann 5% andagift og 95% vinna þá sagði Atli Heimir og það heyrist. Það svolítið góð. En við getum kannski fallist á að jarðbundnir listamenn svo kallar eru oft bestu listamennin, er ekki satt. Þá talað það bara þá sem eru vinnusamir og er það ekki? Þetta sé nú bara allir gangur. Þetta er blandað. Þetta er algjört kjaftæði. Nei, alls ekki. Það er svo ábyggilega allir gangur á því. Þannig að líka til einhverju sem voru svona trilltir snillingar sem kannski unnaður. Trilltir snillingarnir, þeir eiga oft skemmri tíma. Það er svo annars. Lífarhraðar. Já, lífarhraðar. En mjög gaman að fá okkur öll í heimsókn, Tryggvi M. Baldvinsson, tónskáld Magnús Ragnarsson, kór- og hljómsveitarstjóri og Hallveig Rúnarsdóttir söngkona. Kæri þakki fyrir komuna og gangi ykkur í vel, ég segi það bara hér upphátt á laugardaginn. Og kæru áhorfendur, takk fyrir að dvelja með okkur þetta ágæta kvöld hér við Rauðaborðið á Samstöðinni. Við minnum á að við erum útvarpsstöð 89,1, þannig að þið sem horfið bara á okkur í sjónvarpinu eða gegnum Facebook, þið getið líka hlustað á okkur. Og við minnum á það að við erum með fréttavef, samstöðin.is, þar sem við skrifum fréttir á hverjum degi og nýtum einnig til þess að birta okkar efni. Og ef þið skrollið á fréttavefnum niður á hnapp sem að stendur áskrift, þar getið þið tekið þátt í því að framlengja líf samstöðvarinnar sem stundum fjallar klassíska tónlist eins og við vorum að gera, eða lögreglumál eins og grjóthörðu lögreglumál eins og við gerðum í upphafi þessa kvölds. Okkur er ekkert mannlegt óviðkomandi og mánaðar áskrift frá þér, aðeins 2500 krónur, getur haft allt það að segja hvort við verðum áfram í loftinu eða ekki. En við þökkum ykkur kærlega góðar viðtökur og segjum bless í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrift.